Svona. Jæja, góðan daginn. Allir, nú eru komin 9 að horfa á núna. Við heldum að við myndum bara vera einir í stúdíunum. En þetta er útsending frá öðru bikarmóti ársins í Swift-hjólurum. Með mér eru Ragnar Adolf og, veitu, hvað heitir þú? Nei. Og Jón Geir. Já, við erum að fara í svolítið hressandi keppni í dag. Það ekki, strákar? Þetta betur. Við erum að skoða aðeins hérna brautina. Já, Erum við vinna með þeim. Þetta er ekki brautin, þetta er þátttakalistin, að sjá. Brautin heitir Radio Rendezvous og er svona, já, það var beðið klifurbraut og þær verða ekki mikið brattari heldur en þetta. þetta verður eitthvað surfer, við sjáum það strax. Þetta verður gott surfer, en svona fyrstu kílómetrunir eru nokkuð flatir eins og við sjáum á prófílnum, en svo förum við að testa þess lappirnar með svona aflíðandi hækkunum hérna á fyrsta klifrinu og svo næsta. Áður við förum beinstuðlega niður hérna, þetta er svona hálfkjörur veggur bara, 10% halli, sem er síðan hjólaður upp. Og þetta segment er notað í Swift til þess að taka FTP-test. Ef maður hjólar þetta all out, þá er maður kannski 10-15 mínútur hann upp. Þannig að ég hafði prófað það. Já, nokkur sinnum. Nei, mér finnst mjög óþægilegt að taka FTP-test. Já, þið finnst það? Já. Herru, náðum það. Eftir það klifur er nú ekki mikið slakað á. Það er smá svona rúllandi hérna að loka klifri dagsins sem er sömulegist að brattasta. Það er klifri frá hérna, ég veit ekki hvað köllum hann stað, en það er upp að Radio Tárum sem er það sem þetta rát fær nafnið sitt. Það er nú klifur sem að maður hefur nokkur sinnum verið að kljást við. Skítið á sig í. Já, svona. En það er svo bratt sko á köflum að það er eins og maður sé bara að fara aftur og bak sko. Þetta verður mjög skemmtilegt ef að koma nokkur saman þarna upp sko. Þetta er nefnilega sko, þetta byrjar náttúrulega bæði sko byrjar á flatanum og svo er fyrstu svona 2 klifrin eru svona, þau eru ekki svakalega brett. Þau eru 35% eitthvað. Þannig að þú getur alveg fyrir sko þungavíkta sleggjurnar. Já. Þá er þetta að hanga þar sko, keyra svolítið hressilega. Einmitt. Og svo er það á sem sagt léttu krökkunum að negla upp síðustu 2 klifrin. Akkurat. Þar skilur það. Það er svolítið kannski einmitt í þessum fyrri hluta, það er hægt að setja alveg pressu þar sko. 100%. Og hérna út af þetta er ekki það bratt. En þú veist, þetta bara býður upp á alls konar útfærslur á keppni sko. Skemmtileg heit sko. Já. Heyrðu, við höfum 2 mínútur í start. Við getum kannski litið snögglega yfir þáttakarlistan sem er nú, hann er ekki langur í þetta skiptið. Og kannski mest að nefna hérna, það er engin kona skráð í A-flokk. En það þarf ekki að vera neitt verra. Við erum með nokkrar mjög hressar hérna á laugardegi í B og við erum með hérna almenningsflokk, en það þýðir basically bara að viðkomandi er ekki í hjólreiðafélagi, hún er þetta skráð í hjólreiðafélagi. Hérna, þið með beina þessu spurningu til Tómasar, ég er ekki með þetta alveg á hreinu. Já. En það er hún Einur Birna og Birta Karen sem var mjög sterk í síðustu keppni. Svo erum við Guðrún Ósk, Guðrún Valdís, Katrín Salima og svo Natalia Erla Casata. Já, þá erum við svona að detta í þetta fljótlega. Það ræs allar saman í hóp, þó þetta séu 2 mismunandi hópar sem skráðir. Þá byrja allir saman í sömu grúpunni. Yes. Og það er allt í botn. Allt í botn í byrjun, ekki klikka á því. Það eru margir sem ég hef talað við mjög marga sem hafa verið að keppa í þessum keppnum og maður spyr hvernig gekk? Og það var fyrsta sem maður heyrir ég vissi ekkert að maður þetta sprett úr startinn. Hvaða rugl er þetta? Já, það er svolítið svona Swift-lenskan er að bara, það er gönnað í byrjun. Það er bara allt í botn fyrstu svona kannski 1,5 mínútur. Þeir sem hafa keppt í cyclocrossi, þetta er bara sama og þar sko. Svolítið það væp sko, það er einhvern veginn að búa til sko separation strax á byrjun. Já. Búa sér til svona smá hóp og bara sikta út það sem er ekki tilbúinn sko. Já, það er eiginlega þannig sko. Þannig að smellið ykkur í og standið upp. Já, nú fyrir við að sjá örugglega sko nú 30 sekundur. Nú vill fólk vera tilbúið sko. Nú þýðir ekkert að vera hérna að slaka, það þýðir ekkert að vera að setja á þessu brúsan og bomba sér í geli núna.
Nei, það er alltaf langbest að vera komin á þokkalega há vött leið og reisið byrjar. Ekki byrja að pússa þegar að byrjar, heldur ertu tilbúin. Þið sjáu þann upp í hægra horninu, niðurtalninguna. En baku niðurtalninguna er eina af þessum brekkum. Þetta eru FTP-brekkar sem er hana sirka miðaleið í keppninni. En við erum bara farin af stað. Yes. Við erum að horfa á mig. Það ætlum að skipta á... Þarna er greinilega að það er aðeins gunna á stað. Sjá það er lúðrað í 400 vött, bara svolítið verið með. Já. Rússandi. Allt í botn. Allir með. Strax allir samtaka. aðeins gapp komið hana í byrjun, en... Þannig að sjá þannig allir sín dýrð. En við ætlum að taka vinstri beygju, fyrstu sinn. Það er spurning þetta róast niður, hvort þetta renni ekki bara saman. En þetta skiptist eiginlega í tvennt eða ekki, þetta er 3 og 4. Jú, það er strax komið smá splitt eins og við sjáum. Það er tvær sem er settir að Katrín og Guðrún. Þetta getur það náða, þetta eru smá rúllur til að byrja með, þetta róast nú aðeins, sko. Þetta er ekki pace sem verður að keyra til að kemna. Og það náttúrulega svo svolítið issue í þessari keppni að þú keyrir þig upp þarna í botn, svo kemur flatikafli, svo er brekkur á eftir. Já, það þýðir ekkert að klára allar eldspýtunum þarna, strax í byrjun. Nei, þetta sem að fara að sýna smá composure í þessu. Smá pacing, sko. Smá pacing. Katrín er svona návalega þess að segja svo að keyra upp í open. Já, þetta rúlir nú örugglega saman. Það þurfum nú að slaka á einhverjum tímapunkti þarna, fremst. Guðrún er að sigla upp í opinn. Það eru bara svona akkurat 3-4 sekundur á milli þegar að tveggja. Þetta er ekki það stór hópur fremst, sko. Það eru 4. Og svo þetta eru smá rúllur, þannig að ef það er þess að við áttum að keyra alveg þétt inn í þessi stuttu brekkur, þá geta þær grætt 1-2 sekundur í hvert skipti, sko. Það er að keyra þetta á góðum 35 km hraða hérna, það er að rúlla saman mjög fremst. Greinilega komnar aðeins búin að peysa sig niður þarna. Samt alveg að halda þarna 3,5 wattir per kíló. Það er að vatna, sko. Það eru mættar í keppni, það er nokkuð ljóst. Já. Gappið er að breykka, sko, þannig að við erum hellu núna. Já. Ekki oft sem að maður sér það í svona... Fyrstu keppni í síðan? Nei. Það er göng. Er þetta Héðinsfjarðargöngin? Það er gott eða ekki. Það var skemmlíkt múlugöngum, þannig. Já. Það er sem. Ég sé að Natalía hefur okkar að vera ekki með hjálm í dag. Já, það er smá kannski, þurfum að setja aðeins út á það, en það er bara hjálmur næst. Það er náttúrulega skylda í Íslandsmótinu, það ekki, á Swift, að vera með hjálm. Á tönunum. Já, bæði í keppninu og heima. Já. En, hvað segi ég, Sko, það lítur alltaf út fyrir að, þetta er Guðrún og Katrín, sem kemst eftir. En það þurfa ekkert að samt, sko, þeirra dagur ekki þú. Já, við vitum, það eru fyrsta brekkan eftir. Og það er allir náttúrulega aðeins málið um brekkan sem er eftir. Nei, Það er auðvitað með einhvern að byrja með, en svo er hægt að, ef þær eru bara einfallega að peysa sig, þá geta það létt til að kippa til að gapp, síðan, sko, hvað er að tala um? Síðasta brekkan er heilu 8 km, sko. Já. 8 km eða eitthvað, alveg frá botni. Og sko alveg frá topp á turninum, það eru þannig 8 km. Það er ekki sko stansisklifur, það er smá flatakafli með lið. En það er tímur, sko. Það er þetta viljum hörku gapp þar, sko. Já, og við erum að átta okkur á líka það gappi breytist svona eðlislega í brekkunum, þú veist, og það verður svona auðveldar að vinna upp sekundur. Guðrún veist að þetta með, það kemur þeirra best í bæjum, sko. Já, hún hefur ekki verið að hlusta á útsendinguna. Nei. Hérna er örlítið separation. Við erum bara að hjóla og flata, þannig að það virðist eins og Natalía og Gunnar séu bara að hjóla í burtu frá staflunum. Já. Þetta splitta fremsta hóp, það hjálpar þessum við aftan, sko. Og við að sá hópur minnka, þá fer þetta svona aðeins að vera bara konu móti konu, frekar eða annað, þannig að individual time trial. Svolítið þannig, sko. Fólki líður verið þannig, það er bara heima í gulnum og ágæðinu, sko. Líka bara eins og í Swift, sko, þar sem rattið er ekki það sko áberandi, þá finnst maður að þetta er bara í tímatöku innan fullt af öðrum í tímatöku. Þannig að
Það er líka svona skemmtilegt við þetta koncept, þú þarft að hafa mikið fyrir því að geta þetta. Þannig að erum við auðvitað að græða batterið þetta hóttunum. Já, og Gunnar búinn að loka gappinu. Það er eftir cirka 100 kílómetrar eitthvað, þegar ég kemur fyrstu rólendur eitthvað, það er ekki lífilega, en það er eitthvað. Það er bara PR að detta inn þarna hægri vinstri. Ég fá þær allar sko í power-ups, það er ekki, ég segja svona snemma í keppninni. Það er komið í draft power-up í gang. Þú vilt kannski fara aðeins yfir power-upsi, hvað þau gera? Já, ég veit sjá þannig, hann er trukkurinn, við köllum það í bransanum. Það þýðir sko að þú færður meira draft af þeim sem er kringum, þannig að draftstuðullin er hærri. Og þá þetta fyrir bara slaka með mjög gott að nota þetta í bara svona flatar rúlaði terræn og svona leinumæli. Já, ég sé ekki betur en að Natalia hafa bara dottið út. Það er bara skellt sér upp í trukkinn kannski. Þetta er svona hulisttrukkur. Já, hún er bara farin. Hún kannski verið bara að signala Team K hana sem að... Hún hefur bara ætlað að ná hana fyrsta... Vonandi er þetta bara glitch á okkur. Þannig að hún sé ennþá með í keppni. Við vorum aðeins að lenda í þessu síðustu útsendingu þá fóru hjólreiðarnir bara að hverfa í beinni. Já. En svo komu þeir alltaf aftur, þannig að... Það er líka sko, það er svolítið í þessum að þetta er alltaf bara, ég sé það ekki með náttúrulega eftir, þetta snýst sko, hvað er kortið? Þetta snýst náttúrulega nettingin sem hún ekki með. Hún er bara, Já, hún er með þeim annars saman. Þannig sko, ef að hún missir heima sér, missir nettingin í smástund, þá missir hún samband við Swift serverna, tenginguna, þá getur hún dottað eins út úr heiminum, þá er hún bara ein, missir á draft, svo poppar hún aftur. Og maður lendur ekki í þessu keppni, þannig að maðurinn er 1 í 5 sekundur, veit ekki hvað hann er, missir allt draft og eins og hún heldur það bara svona að keyra, svo poppar hann tenging aftur, poppar inn, þá er hann bara annarkvæmt komin aftur verið fram úr. Þannig að... Ég kannski farið yfir hvernig server virkar. Já, það er svona áttið fyrir stekking. Þú veist, það er Jón maður sem spyr, við getum ekki farið yfir. Já. Þannig að designerar maður álitstíðunar. Já. Og það þarf alltaf að vera einn sem spyr, þú veist. Það er það. Og það er engar heimskar spurningar. Nú sjáum við sko að hvað Guðrún og Eyrún eru samantæðar í hóp. Já, ekkert svo langt í hana Katrín. Nei, það er hún á alveg góð fyrir að ná þeim sko. Ef hún er inn í þarna þá er það ennþá veitist til þess að hún er hörku klífræður og hún getur svona að sykta inn í brekkunum sko. Já, það er mjög góð punktur því að vanalega í Swift þegar að keppnir eru svona nokkuð flatar að ef maður missur á hópnum þá er maður eiginlega bara svolítið fucked. Afsakið hérna fröskunni. Það er út af því að draft-effektin hann er tölvöld sterkari í Swift heldur en gengur að gerist í raunheimum. Þannig að þegar það eru brekkur til þess að vinna sér tilbaka þá getur maður leyft sér það. En ég sé að gappið er fljótt að stækka, það eru 3 ára hjá saman í hóp. Þannig að það er tölvöld sparnaði fólkinu því. Já, það er sérst hraðinn í leiknum sem það verður svo mikill þó að sko effortið sé mjög hátt. Já, þú veist, þannig að það er að slíga í sko 35 km hraða. Það er hraði einhver kysla, þannig að draftið er svolítið mikilvægt á þeim hraða. Og Natalia er ennþá einhverjum vitturinn hraða. Eða þetta er taktík. Já, kannski þetta bara nættar aðeins. Anna, kemur hún. Hún bara var að láta þær fara fram úr svo þær myndið nú draga eitthvað. Svolítið vinni, já, hún er verið að flikka bara. Já. Við höfum ekki séð þetta áður, en við erum all for it. Já. Þetta er flott kannski, þetta er svona smika dags og hérna. Ekki deila á honum Pétur39 sem er byrjaður að kommenta hérna á YouTube. Hann spyr af hverju er The White Paper Monster ekki að keppa? Jón, gerst ekki hann eða? Ég veit nú ekki hver þetta en Við skulum bara hafa það í huga hversu vont White Paper Monster er sem nýtt. sko, ég tengi þetta bara við rjúpu, sko. Við? Rjúpu? Rjúpu, já. Þannig, af því þú ert hvítur á veturna en... Nei, bara hvítur monster. Já, svo veist. En ég er ekki með þetta, ég er bara svo lélegur. Það er bara Eiginlega. það. Og bara, Já, en þú ert hér. ég er með hér, Þú sko. ert góður. Og hérna, menn fara bara í það hlutverk sem að þeim hentar. Já, þú hengir ekkert smið fyrir prest, sko. Það er nefnilega bara svolítið þannig, sko. Sérðu þess að Katrín er núna bara að ná Eyrunu. Já. Þannig að
Við höfum líka það að hafa í huga sko að þetta er ekki stór hópur, það er stutt í pallsæti sko. Alveg sama hvað það ert í brautinni eða hvernig byrjunin gengur sko. Já, nákvæmlega. Þú afskrifar ekkert pódiumið og þú að slippa á pedalanum í byrjunni eitthvað. Það kemur hvað sem bara eins og vandabóli ef lenti í segljóksefni. Já. Svo þetta líka spurning sko, að vera pínu sniðugar og þú veist, ef þú sérð að það einhver 5-10 sekúndur fyrir aftæði, þú veist, að slá aðeins af, fá hann með þér. Akkurat. Og svo keyra. Einmitt. Ekki hanga bara alltaf einn. Vinna svolítið saman. Já. Þetta er ekki powerhlaupi sko. Maður er aðeins að hugsa. Þetta er ekki hlaup. Við erum alveg sammála um það. Já, hún er bara búin að loka gappinu og það eru konar 2 saman hana. Þetta er segla sko. Þetta er mjög vel gert hjá henni. Mitt. Þannig núna getur þær sko hægt og rólega unnið saman og keyrt inn hérna Guðrúni Þrastar. Já, það væri ideal næsta move. Það væri að þær verði þarna 3 saman og skipti svo svolítið á milli sín að halda allan að gappinu og sjá svo hvernig þær eru í brekkunum. Þar sé möguleika. Það brennir alveg elspýtum að hjóla á 5-6 vöttum per kíló í mínútu. Já, heldur við. Hér sjáum við fremsta hóp byrja á fyrstu hækkunum dagsins. Þar tóku hana hægri beygju inn í svæði sem ég kann ekki mikil deili á en þetta er svona tiltölulega nýr partur Swift þarna. Þetta er sem bætti við einhverjum eins og Mayan og It's a Climb og þetta er svona þetta er vissulega klifur, en þetta eru 3% talli. Það er eitthvað, en það er samt áfram drafteffekt. Það er hjóla 25 km hraða, þannig að við erum Natalie up to her tricks again. Nú var hann líklega hlaði árás og sá það að koma smá pinch point. Já, Gunnar er að gera litla árás. Já. Það er náttúrulega ef fólk er klifumegin í lífinu, þá þarftu svolítið að bíða eftir alvöru gráðum og prósentum í hækkunum áður en þú gerir þínar árásir. Því að þú vilt nýta vött per kíló en fyrir kannski absolutt powerið. Já. Svo á sama tíma, ef það eru svona brekkur, þar ef þú ert með hávött, en kannski ekki endilega hávött per kíló, þá setur þú pressuna þarna. Akkurat. Og hérna seglir Birta fram úr. Já. Þetta er náttúrulega mikið eftir þessari keppni. Við erum bara rétt að byrja á brekkunum. Já, einmitt. Hvað er hún löng fyrir fólk sem er að horfa? Hvað er brautin löng? Frábær spurning, Jóngir. Sko, hún er 20,4 fyrir utan lítin. Lítin er 3, þannig að þetta eru 23,5. 23,5 km með lítin. Þannig að hún byrjar með flöt. Eftir hvað voru, kom einhver 6 km að fóru í fyrsta klifrið. Einmitt. Og hvað hefur fólk verið að klára þessa braut á svona, getur þú séð það? Sko, við erum með hérna vel valda Íslendinga á Strava-segmentinu. Strava-segmentið er ekki með lítinið. Þar eru fólk að klára þetta á klukkutíma á líklega sko einhverjum æfingum eitthvað sliðs á 200 og eitthvað vöttum. Ég reikna með því að það verði kannski eitthvað sambærilegt þarna. Einmitt. Það er alvöru, klukkutíma reis á Swift er rosa kistla sko. Og það er ekki sérstaklega mikil staður til að fela sig þessari braut því að við byrjum rólega en svo eru bara brekkur. Og þessi á milli, ef þú ert að ströggla í brekkunum eða að fara gaff, þá þarftu bara að halda fram að keyra á milli brekkana og loka bilum því að það er ekki eins og þessi flötukaflar á milli, það er einhver rólegheit sko. Nei. Það er ekki verið að teygja sig í tímkar og fá gel og kondó sko. Ja, einmitt, það er góða punktur, það er ekki málið. En hvað segir þið? Mætt aftur inn. Já, hún er nú komið dálítið fyrir aftan, það er spurning hvort að þetta glitch hafi haft einhver áhrif. Þetta er óþægilegt sko, maður missir svolítið alltaf yfirsýn og veit ekkert hvað er að gerast í kringu sig í hópnum sem maður var í, ef maður dettur út af þessu og allt svolítið, þannig að hún á alla vinni saman sko. Svo ef að fólk er sniðugt sko, þá náttúrulega gerir það árás leið og það sér að aðilinn er horfinn. 100%. Ég myndi ekki gera það sko. Nei, það verið fyrir neðan okkar margar virðingu sko, en við viljum ekki segja að það sé bannað eða ólöglegt sko. Það er enginn að fara treyn fyrir rétt sko. Þannig að það er maður stundum bara að spila sem við spilum sko. Það sér að þær eru að bara halda alveg sömu vöttum per kíló þarna upp. Þannig að það verður komið Við sjáum það að þessi sko 170 vöttum, svipuð vött per kíló á Natalie, en hún ef hún skiptir aftur á Natalie, þannig að hún á sko 220, þannig að leið á fyrir að sko hallin fyrir að minnka, þetta fyrir aðeins að flytst út, þá á hún alveg mögulega inni sko smá keyslur á þér, þannig að við sjáum að kemur smá falsku flati þarna á milli. Þannig að eins og sjáum við að það er eitthvað að splittast þarna fyrir aftan, Guðrún Þrastar er
komin í burtu frá Katrínu. Já, þær kom aldrei saman að það var Katrín og Eyrún sem voru saman. Já. Katrín komin alveg sko einhverjum 20 sekúndum fram úr Eyrúnu og þær eru vantarlega líka í brekkunni, eða ekki? Allar konur í brekkunni, einmitt. En sjá það að sko vött per kíló á öllum er mjög samverulegt sko, þannig að... Já. Já, í rauninni þó að það sé búið að splittast það þessu upp og það var ekki eins og að sé neitt sérlega langt á milli stelpnanna út af því að eins og við vorum að tala þetta er bara klifubraut. Þannig að maður getur verið fljótur að loka gappi í brekku þó að það sé allt upp í 1 mínúta. Já. Og þær eru þá þarna tvær fremst. Það er svo búna með þetta fyrsta klifur og ég eru svona á smá fölskum flata akkurat núna. Þetta er svona, ef við tvískiptum þessum fyrstu 2 klifurinn þá er þetta svona öðru kaflinn, myndi ég segja. Það er styttra, hitt er lítið lengra og kannski mögulega svona kannski aðeins meira punchy þó að sé kannski ekki mikið í því en hérna aðeins lengra. Sjá það Natalie er hvað fyrir 9 sekundum, var í 11-12 áðan þannig að hún gæti alveg hérna siglt aðeins á þær. En svo náttúrulega eftir þetta klifur þá kemur bara downhillið sko. Já. Og það er ákveðin kúnst að sko að keyra niður líka. Einmitt, þú hættir ekkert bara að hjóla eins og Nei, það er ekkert sem maður gerir kannski hérna í raunheimum. Og hérna það er kannski erfiðar að vera í aerotaka heima á svona treiningum sko. Einmitt. Þannig að við sjáum hvað setur. Við fengum hérna comment á YouTube. Them slow long climbs are a killer. Can be a killer on the legs in a race like this. Great chance for the last 2 to catch up. Þetta er akkurat málið. Þarna er Mikevini 5-4-9-8 með puttan algjörlega á púlsinu. Mikevini, eða Mike Winey eins og. Já, þið kallaði vinur hans. Yes. Já, þetta er bara þannig. Þetta eru löng klifur. Þetta er hægt og rólega að taka á fólki sko. Þannig að það sem maður byrji kannski og líða sem maður sé með öllu þetta í heiminum í löpunum þá getur það breyst bara á örskot stundum. Jú, eins og maður þekkjum sjálfur. Nei, ekki ég, en þú kannski hérna... Já, ég þekki það. Já, þú lendir því kannski. En við þökkum kærlega fyrir þessi kommenti. Það er bara mjög gaman að þið hafið eitthvað að segja. Fyrir þetta í gegnum ákveðna síu, en þú veist, það er gaman að fá að fólk sé að fylgjast með þessu. Svo er Natalie aftur að reyna að komast inn í fyndabílinn. Virkar trukkurinn líka hérna þegar þú ert bara einn? Nei, hann gefur rauninni ekkert sko... Ertu viss? Já, það er tvö draft power-ups. Það er þessi trukkur sem gefur rauninni aukið draftstuðul á hópnum sem þetta í. Og svo er það sem er aero, það fyrir svona hjálm, þá er það í rauninni aero power-upið. Þá ert þú bara hreinlega sjálf meira aero heldur en aðeins, þannig að það fær hærri aero-stuðul. Já. En sko, mögulega þarna bara að dömpa þessum power-up því að hún fer hérna upp þetta klifur gegnum annað segment og þá fær hún næsta power-up. Þar getur hún fengið draft fyrir downhillið, hún getur fengið fjöðruna sem gerir þig hlutfallslega léttari sem er náttúrulega ídeal í þessu. Já. Þú getur ekki safnað power-ups, þú þarft alltaf að nota þessi út með til þess að geta fengið nýtt. Einmitt. Þetta er ekki bara reynsla á hversu sterkur hjólurinn er, maður líka verið svolítið góður í gambli. Akkurat. Og þetta er vel spilað hjá Natalie að eyða þessu draft power upp þessu segið. Það er ekki margir staðir eftir í brautina sem þetta myndi skila neina við þig. Nei, akkurat. Það er svolítið þannig og ef hún er að treysta á það að rekna með því að vera mögulega bara eini downhilli þá er þetta miklu frekar að reyna að fá þennan þá aero power-up eða fjöðrun er góður til að eiga hana í appinu sko. Ég hef nú bara verið með þessa fjöður bara non-stop undanfarin ár, sko. Já, einmitt. Sumir eru með þetta bara að fá þetta bara í vöggugjöf, sko. Já, aðrir fá trukkinn. Já, svo er þetta að fá, já. En staðan er svona, við erum með Gunni Halldórs og Birtu Karini fremstar í þessari keppni. Ekki á leiknum akkur núna, en í örugglega 10 sekúndum eftir er Natalia, hún er einhverjum vandræðum örugglega með interneti heima á sér. Þannig að það eru svona eftir 3 stelpunar, en svo er ekki langt í þar fyrir aftan. Þetta var Guðrún eða ekki? Guðrún Þrastar, já. Og svo Katrín. Eyrún Braga. Það er ekki oft sem að við getum á sama skjánum skipta á milli allra keppenda í keppni, en þetta er svolítið skemmtilegt. Það er líka gaman að sjá sko hvað eins og þarna, við sjáum að startið breytir svolítið miklu. Þegar það eru komnir í brekkuna, þá eru það að hjóla og alveg svipuð vött per kíló.
Já. En það er í rauninni þetta separation sem var til bara á leiðinni í brekkuna sem að situr ennþá. Af því að það er heldur effort að keyra upp svona hóp þó að sé kannski auðveldari brekkum en það kostar. Já, og svo líka þegar það eru nokkrar brekkur þá verður að velja sko, þú veist, hvar á ég að gera það. Þú veist, ef ég gera það of snemma þá er ég bara í enn verri málum. En Akkurat að því ég lítið að keyra inn í hópinn þarna, síðan 2 erfiðustu brekkurnar eftir og sitja svo bara eftir það. já, Það var hérna, þannig að núna er þetta ákveðið svona skaðastjórnun. akkurat. Haltu gappinu eins og þú getur án þess að eyða of mikill orku. Það er mjög þægilegt að segja þetta svona hérna bara, þú veist, Já, hvernig á að gera þetta en þetta er rosalega gott sæti til að sitja í svona keppni. já, ég er alveg sammála því. 55 púls. Já, Já, allir þægilegir. ég reyndar í 78. Já, ok. Það er stressi. örugglega monsteri sem skelltir í þannig að það er að byrja. Sko, ég er ekki enn búinn að fá kaffi. Nú, það er svoleiðis. En við ætlum ekki að tala um það hér í dag. Við ætlum ekki að tala um því. Hann er Natalia aftur já og 17 sekúndum, nei, Þetta er eitthvað, þetta er poppið bunnar. Hún er, alltaf sé ekki bara 10 sekundum eftir Jú, mér sýnist byrtu hverjum. Jú, hún í rauninni hefur ekkert mist sjónar að þeim hingað til, þannig að Hún poppið ekki 17. Já, þetta er ekki að því að það, nei. Nei, hún sér það þarna bara Já. við handan horni, sko. Hún er að duglega að sigla á þér, sko. Þannig að þarna er sko, þarna er pallurinn. það er bara þannig. Það er ennþá, sko, ekki hægt að skera á milli. Og þið vitið hvað ég segja, þú veist, með þessa andlegu hlið, þegar þú sérð í aðilann, Já. þá færðu auka búst. Akkurat. Leiðu þú hættir að sjá þann fyrir fram að þig, það hefur smá áhrif á. En svo er náttúrulega það sem er svolítið vinkill í þessu shift að þú sér hreinlega sko hvert per kíló á manneskjunni fram að þig. Já, sem Það er getur, svolítið hægt að stíla sig bara inn á það. það getur verið mjög jákvætt og alveg ömurlegt. Það er rosalega ekki eftir í hvað þú fékkst þér í morgunmat, sko. Hvernig þú tekur því. Nú sjáum við að það er koma svona, það kemur ákveðin pinchpoint hérna upp restina af þessari brekku. Svona verður að klára seinni partinn eða þessi seinni brekku við. Þá fer þetta aðeins að rampa örlítið upp. það versta í Swift þá er allir með rosalegt pokerface. Það er ekkert að Já. mæla neina áreynslu á. Þú getur ekki séð sko hræðsluna í augunum á manneskjunni hliðina á þér. Já, Ég held að væri kannski sniðugt fyrir Íslandsmóti að við fáum fleiri svona mæka og mækum upp liðið. bara. Já, ég einmitt. Það Höfum, er gott sjónvarpsefni að hlusta á stunur í 50 mínútur. já, ég meina, bara svona til að setja þetta í samhengi við. Já, þú veist, geta skipta þess inn í betri stofuna kannski í Kópavoginum með einhverjum sem er Sem er á, já, Já, akkurat. Það væri mjög skemmtilegt. já, já. Ef einhverjir viljugir makar er að hlusta sem eiga stúdíósett upp heima þessu. Já. Það er eitthvað sem Við þykjum það með þökkum. Akkurat, já, bara heimurinn. Það er ekki bara við erum að vinna fyrir fólkið. að því sögðu þá eru hérna núna komna 4 sekundur á milli Gunnu og Birtukarinnar. Þannig að það er aðeins skilað á milli þeirra í þessum lokakafla af þessari brekku. Sér það, hún er alveg, nýtir sér sko brettukaflana, hún Gunna, Guðrún Halldórs. Þannig að hún er alveg sko, hún veit svolítið hvað hún er að gera, þekkir sína styrkleika. Þannig að er mikill kostur. Já. Natalia er komin talsvert lengra aftur henni og hún er detta í 20 sekundur eftir fremstu konu. En það er nú nóg eftir þessari keppni, við veitum það. Já, við erum svona farin nálgast hálfa leið. Hálfa leið í kílómetrum í vegalengd en það er nóg hækkun eftir. Það er Já. bara allt kjötið hækkunir eftir. Já, í heildina er þetta rúmlegir 700 metrar. Þannig að það er slatti eftir. Algjörlega. Svo nú er þetta að klára það ekki síðasta hækkunina í þessum brekkunum. Jú, akkurat. Og þið sjáu á kortinu þannig upp í hægra horninu, það er svona beina línan af veginum er. Þetta er í rauninni þessi veggur sem er hjólaður niður. Áður að taka viðbeygju á hringtorginu fyrir neðan og hjóla beinustulega aftur upp. Nú Birta sé að splæsa í fjöruna. Nú kemur smá allir og hún ætlar að reyna að ná Gunnu áður en að þær fara niður sem er náttúrulega Mjög sniðugt. mjög sniðugt og ídeal. Og hún náttúrulega fær líka nýjan power-up þegar hún fer í gegnum þetta hlið þarna sem sé á kortinu efstu fjöruna. Taktískt séð snild. Þetta er bara ótrúlega gott útspil. Já. Og augljóslega ekki fyrsta Swift-keppnin þarna á þessum bænum. Nei, það er alveg ljóst. Það eru báðir auðvitað að setja mikið í þetta. Það eru svona búnir að komast þokkalega langt í burtu frá Natalíu fyrir brekkuna niður.
Nú er sterk leikur í Gunnu að halda fram að keyra, sko, nú fara það aðeins upp á hennar og hún vill bara keyra þar. Já, hún mátti ekki slaka á, Sko. svo Tómas segir, sko, þú slærið ekkert af fyrir hún fer að fara, þú veist, dálítið vel niður, sko. Já, þú ert að keyra brekkunir. Þú slærið ekki af fyrir hennar, sko, górillan er þreytt. Já, og hún verður ekki þreytt. Hún verður ekki þreytt. Já, það er sem við lærðum, skólanum. Einmitt, den danske skuli. Danski sukli skuli. Akkurat. Sem hefur snátt margan manninn og hvern og gall. Já. Herri, ég það báðar komnar upp á topp. Það er nú þannig fjarlægð á milli þeirra að Birta er nú ekki í neinu teljandi drafti af Gunnu. Nei, einmitt. En hún þarf nú ekki að gefa neitt mikið meiri í þess að loka gapuna aðeins meira þannig að þegar það byrja að hjóla niður hérna vegginn góða að þá hjálpaði henni aðeins. Hérna er hún með Aero Power Up. Þetta er að spilast svakalega vel hérna. Það er fjöðurina og svo beint í Aero geisluna eitthvað. Já, hún hefur klálega komið til Vegas einhverjum tímapunkti. Hún veit allt á hreinu. Það er gaman að sjá hvort að hann fer ekki að minnka bilið. Þannig að segja þetta. Þetta er bara eins og að fara í rennibraut. Einmitt. Þannig er fólki bara að húrra niður. Það er að hún er ekkert að slaka, sko. Hún er ennþá í 3 metrum per kíló. Já. Hún er að keyra niður. Getum við sett aðeins á Guðrúnu og séð svona hvaða... Það er talsverður vattamunur, sko. Hún er 150, fyrsta hann er 200 pluss. En núna er vandinn, sko, að þú færði ekkert mikið hraðar, sko. Það er líka Þannig að nú ætti kannski... Þú fyrir bara lögmál jarðar að vinna gegn þér, sko. Já, þá viltu kannski ekki vera að eyða óþarfa orku í kjörslunni. Þær eru báðar bara að dúndra hérna niður. En ég sé að Birta er búin að loka gapinu örlítið á leiðinni niður. Já. Og Natalia er Hún er komin ekki í langt á eftir. rennibrautina líka. Þið sjáu að Natalia er að greinilega aðeins farin að hugsa brekkunum sem eru að koma því að hún er ekki að keyra jafn stíft þarna niður. Akkurat. Þetta er komin í 3 sekúndur þarna, þannig að þær munu bara sennilega hjóla saman upp tilbaka. Já, svo náttúrulega Gunnar droppaði henni í, sko, fyrstu brekkunni, þannig að það er spurning hvort að það sé saman på tegnum. Já, næstu brekkur. algjörlega. Hvað átt eftir inni? Það er spurningin. Akkurat. Núna kemur eiginlega bara svona, hvað við segja, síðasti bitinn í þessari keislu. Það er þessar 2 brekkur sem eru alveg frekar grimma. Já. Já, ég horfa á Hallan tekið upp núna, 1%, 2, 3, 4. Mjög villandi þetta bláa graf hann fyrir ofan, þetta er að vera. Já, það gerir ekki mikið fyrir okkur. Nei. En það við stöðum því, það er svona. Hvenær myndið þið segja að þetta færi svona mesta bíta í Halla á Swift? Og hvenær verður þetta bara ömurlegt? Er það 10% eða? Já, allt 10% pluss er náttúrulega viðbjóður, sko, og það er þessi, sko, þessi sem við verðum núna, hún er mjög sterk, ég sjá það. Þetta er í rauninni sami Halli allar einu. Þetta er þessi, sko, já, þetta er enda líka tvískipt. Við fyrir beint upp hér, svo kemur í rauninni, sko, já, það séu þetta. 7% Halli þarna upp í held ég 8% eitthvað sliðis. Það er alveg, þú veist, það er lítið draftið í og það er keyrsla af lafinnar. Já. Svo þar sem að við í rauninni beigum til hægri áðan fórum niður, það kemur smá plató og svo förum við í svona mjög skemmtilegan switchback kafla af þessari brekku. Það sem er áfram með sambærilega Halli. En við erum að beygja svona til vinstri og hægri og þá getur fólk, sko, þá getur litið til hliða til vinstri og séð manneskjuna bara í switchbackinu fyrir neðar, sko. Einmitt. Sem er náttúrulega rosaleg stemning í keppni. Switchbackið er bara, þegar það eru mikið af beygjum, alveg krappar beygjur, vinstri hægri, vinstri hægri, vinstri hægri. Einmitt. Þannig að þú Kannski þú ítir á kortið þarna uppi, þá getur við zoomað þessu út. Ég heldur að við séum alveg zoomað út. Nú, við erum útzoomaðir. Já, við erum útzoomaðir. Ok, sjáum við að það er nær dregur. Já. Þú sjáum við þarna the lay of the land, þegar þetta snákast þarna upp restina af fjallinu, sko. Sko, Natalia er núna 20 sekúndum eftir Birtu. Hún getur alveg hérna auðvitað keyrt það inn, sko, eða auðvitað ekki auðvitað, hún getur keyrt það inn. Það er effort, við getum ekki taka það niður.
Birta er komin sömu leiðis 20 sekundum eftir Gunni. Já, Gunni var sérna svaka effort akkur núna. Spurning hvort þú ná að halda þessu bara, steady efforti, alltaf auka bilið aðeins. Ég reikna með því sko, þarna er fólk í maxpúls, það er bara þannig. Ef þú ert ekki í maxpúls þarna, þá ertu bara að gera eitthvað villust. En það er áfram vegalengd eftir sko. Já. Það er nóg eftir og það er alveg, það er nú fyrir að snúast að mögulega bara peysa sig frekar en eitthvað annað. Þekkja effortið sitt. Vita sirka kannski, hafa svona einhverja hugmynd hvað er mikil tími eftir, þannig að maður getur svona stilt sig inn á það vett sem maður svona reiknað með maður ráði við, plús aðeins meira því þetta á að vera vont. Einmitt. Hvað er hérna Guðrún Þrestar í Natalíu? Er pallur í hættu eða? Það eru 40 sekundur þar milli. Já. Það er nú ekkert óöfustíganlegt sko. Mínútur sem aftan í Katrínu og hérna og svo 3 mínútur hérðan niður í Eyrúnu, þannig að... Já, þetta er svona svipað bil frá fyrsta í þriðja og þriðja í fjórða, ekki? Jú, það ekki. Jú, þessu er búin að koma inn á. Það eru búin að hækka sig 200 metra rúmlega frá það að byrjuðu og eiga 500 eftir. Einmitt. Og nú erum við komin 10%. Og við tölum sko halla í brekkunum, við sjáum það sko meðalhallinn í fyrstu treymbekkunum með 3% og 2%. Sem er að það eru mikið rúlandi upp og niður svoleiðis. Meðalhallinn í þessari brekku er 8,7%, tæp 9%, það fara rampast slatta upp. Svo er sko síðasta klifrið eftir upp í Reykjadalinn, það var sem mjög stutt, það er bara réttur kílómetrar, en þar er meðaltalið sko 13%. Það rampar upp í einhver 16-18% eða eitthvað. Þar skiptir náttúrulega vött per kíló aðmáli. Það er akkurat. Hvað átt eftir í tanknum, hversu miklu getur sturtað úr þú átt eftir í löpun upp þess að síðasta sprett sko. Nákvæmlega. Þannig að það er ekkert þó að einhver sé að koma upp með örlítið gappa eftir þessu brekku, þá er alveg keyrsla eftir. Já. Þetta er svona, þú getur unnið keppnina á 1 kílómetr. Það er bara svolítið þannig sko. Og jafnvel bara í markinu sko. Já. Ég þekki miklu meira að tapa keppni á 1 kílómetr. Já, ég minnst að það líka að gera það. Já. Það er einhver að tapa svo það er ekkert unnið sko. Það er það að segja. Ég er að horfa hérna á hjólinn sem það velja sér. Gunna er á trónhjólinu sem er svona ákveðin leikbreytir og Birta var þessi pínul og dogma. Gaman að sjá að það er rimbreiks í gangi þannig. Já, það er léttara sko. Það er kannski verið að velja það fyrir taktískt move. Fyrir þessar brekkur. Svo gera bremsur ekkert annan að hjáminni, þannig að það er eitthvað að flagga þeim. Svo einhver sagði þú ferð ekkert út til að bremsa. Nei, það er bara þannig. Sýnst Natalie að vera á Madone hjóli. Stór glæsileg rimbrek Madone. Og svo er þetta þórið þannig í Swift núna að þú velur þig hjól. Það er einhver ákveðin eigindi því, það er eitthvað ákveðið aero, það er eitthvað ákveðið létt og allt svoleiðis. Svo þeim er meira sem hjólar á hjólinu, þá græður þess að auka aero-gæði eða léttur. Hjólið eru léttara eða meira aero eftir sem hjólið er meira á því. Nú. Þannig að það er svona, ef fólk er búið að sinna þessu vel og duglega og mikið, þá er svona... Verður hjólið betra. Verður einhver prósentu munur sko. Já. Þannig að Guðrún velur sér tannlæknabrandið. Það sem er nauðsynlega einhver representi. Svo líka er þetta gerðirnar, þú velur þér gerðir eða ekki? Velur gerðir líka sko. Þú skipta á milli gerða eftir í hvort að... Það er ýmislegt í boði. Það er til dæmis að þú hjólar upp bara ekki allt Swift, þá færðu eitthvað svona, einhverjar x líkur á að vinna lightweight Mühlenstein gerðirnar, sem er það léttasta sem er í boði. Það þýðir náttúrulega að fólk þarf að hjóla þær upp reglulega til þess að ég séns að vinna það gerðir. Það getur bætt bara það sem þú hjóla á einhver grömm. Heldur að Haffi hafi verið búinn að hjóla þann upp? Já, hann er tíði gestur. Já. Þar sem annars staðar. Hvaða rammi er þetta? Kannstu við þetta? Er þetta ekki, ætli þetta sé ekki bara specialist Íþórs. Þetta er Íþórs. Já, sjá hann að glitta í S-Works límiðan. Sem er náttúrulega léttasti, held ég, einn af léttustu römmunum á Swift, sko. Þetta er hrikalega vel valið og líklega einhverjum léttum ship-gjörðum. Eru þá stór logo og þyngri? Stór logo eru þyngri alveg mitt. Já, þið sjáu mitt. Það vil spara allt, það sparar málninguna líka, sko. Og veskið, þú léttir það og þá verður hraðar upp. Það er rétt. Svo Herðið þarna, já. Þarna erum við að tala um old school. Bara stál. Já, þetta sé ekki bara 1123 kassetta og... Já, ég reikna með því. Stál í stál. Já.
Þetta er kannski ekki léttasta hjólið í brautinni í dag, en þetta er klálega flottasta hjólið. Já, við getum verið sammála um það. Stundum það maður aðeins að fórna performance fyrir... Shiftir hann á downtúbinu, líklega ekki Dia2. Nei, sennilega ekki. Það er ólíklegt sko. Þið vitið bara, þú veist, bíð er flottest. Nákvæmlega eins og skaldið orti. Já. Bíð er festest, bíð er flottest. Hér er Gunnar búið með vegginn svo kalla. Einmitt, nú fer hún að fara í þessa switchbacka sem við talum um, sjá á kortinu. Þá fer þetta snákast þarna svolítið skemmtilega upp. Þá getur hún sko litið... Snákast alveg þarna upp, já. Þá getur hún litið sko niður og það er sömuleiðis sem er eldan að geta séð hana svona beint fyrir ofan sig. Sem er svolítið skemmtilega vinkill. Já, það er rétt. Birta hefur þið séu að gapið er, ég ætla ekki að segja ekki nema 25 sekundur út af því að það stækkaði upp í 20 sekundur eiginlega bara alveg strax í byrjunum brekkunni. En svo hefur það ekki farið mikið meira, þannig að það mættilega líkur að Gunnar sig kannski aðeins á bremsinu núna. Hún veit að hún þarf ekki að klára sig. Hún þarf ekki að vinna þetta með morgunmínútum. Já, nákvæmlega. Það er, ef þú ætlar að vinna þetta með fullt af sekundum, þá ertu bara að sóa sekundum, sko. Þannig að það er alveg gott að þú fer alveg mikið fyrir að vinna með sekundu eins og mínútur, sko. Þessin er svo svakalega, þú veist, það telur svo mikið að sjá vöttin hjá hinnum. Það gerir það, sko. Ef þú ert fyrir framann og þú finnur að þú getur alltaf matsað, þá ertu bara, þá veistu, þú veist. En nú sjáum við að Birta er aðeins að... Hún er neglið 300 watt og 320 Já. fyrsta partinn. Þannig að það er nú inni þannig á bænum, sko. Samt að slá aðeins að, ég sá púlsinn á hann í 180 slögum áðan, þannig að... Já, einmitt. Hún er kannski kveikt á vittunni eða eitthvað. Kannski kveikt á vittunni. Ég held hún sé örugglega í salnum með Tind. Það er svoleiðis. Hún var allavega þar síðast. Er einhver hópur í Tindsalum, veitu þið þess? Ég heldur séu alltaf að horfa á útsendinguna, sko. Það var nú gaman kannski að hendin aðeins á samfélagsmiðlana stemningunni. Já, kannski lefa strákunum aðeins að vita hvað er þetta. Já. Það bara segir svona. Nei, já, þó maður segir nú bara svona. En já, þær eru allar 3 komnar í switchbackana og hún Guðrún að þetta inn í það líka. Já, sér að hún er auðvitað að fá smá bríðar hérna á flatakaflanum, sko. Þessum litla stall sem við eigum hann alltaf inni. Og hún keyrir allir bátna aftur. Við fengum staðfestingu, Birta er í salnum. Hún er í salnum, það er frábært að heyra. Við kunnum að meta kommentin Já. og líður okkur eins og séum aðeins fleiri en bara 3. Ég reikna með því að það sé svoleiðis að vera að öskra hann áfram. Já, ég trúi því. Hann er örugglega sko meira heilt í eyrunum heldur en lærunum. Það er nú klassísk upplifun, það. Gunna hún er búin að keyra þetta á, hún er alltaf farið undir 3 watt per kíló. Já, þetta er mjög sterkt. Þetta er rosaleg framstæða og effort hérna. Sjáu þarna Örn. Já, þetta er ótrúlega senur. Já. Gabirkrúði er... Þessi er ekkert að byrja þess að þyrlunni sem er róa sig. Nei. Þessi haförn í frumskóginum. Við erum alltaf að hugsa dálítið líka productionið og Höddi með drónan, hann alveg Það er mikið lagt í þetta. Við erum búin að undirbúa þetta bara síðan klukkan 12:30 í gærkvöldi. Já, sumir okkar hafa undirbúið þetta. Sumir okkar, einmitt. Jæja, verður ykkur að góða. Já. Hvað, nú erum við að tala um sko hálfa mínúta gap á milli fremstu tveggja kvenna. Svo eru 40 sekundur í Natalíu. Við ætlum ekki að afskrifa neitt samt, sko. Það er, eins og við segjum, þetta getur fljótt að breytast í þessum höllum og á þessum keyslum, sko. Þannig að það þarf ekki annað en bara að örlítið einhver pústar í 2-3 sekundur bara þannig á andanum að þá er stutt í næstu konu, sko. Þannig að það er ennþá allt undir. Það er bara þannig. Þegar maður þetta byrjar örlítið rólegri að horfa uppi á hallamálið, þá er þetta sem sagt byrjar 7% og rampar svo uppi líklega hvað eru hinnar í 8-9% sem er í rauninni svolítið bara restinni upp í 10% upp restin af glérunni, sko. Já. Gaman að segja rólega og tölum 7%. Já, það er hérna. Við sjáum líka hvað þetta er bara það eru 35 sekundur á milli þeirra en hún sér Birta er ennþá bara í mynd. Hún horfir bara í skottið á næstu konu og það er ákveðin gulrót, sko. Já, það er hvetjandi. Mjög hvetjandi, gæti verið letjandi en við vonum að það sé hvetjandi. Já, núna er maður alveg bara starandi á watt per kíló, bara sjá, þú veist. Einmitt, hvort einhver sé að missa þetta eitthvað niður eða bæta í. Hvar slitnar? Ég sverða, hún andar ekki. Nei, hún er alveg
Hún er bara eins og Van de Poel þarna, hann Já. bara lokaði munnur, fókus, nefundun. Nákvæmlega. Þeir segja að sé 27% meiri gæði í súrefnisupptöku í gegnum nasir. Er það málið? Munn, já. Ok. Heyrið það í podcasti sem var mögulega styrt af einhverjum NASA-plástrum, en Einhverjum nasista. já, Það fer alveg óháð því hvað fær gegnum nasistara fólki hingað til. Þannig að það er, já. já, Heldur að fólk sé mikið heima sér núna bara í stofunni að anda í gegnum nefið? mér finnst það líklegt. Ok. Það er bara lýðhelsa. Líðelsa, já, einmitt. Jæja, en Nú það. nóg það. Nú er komið mínúta niður í Natalíu. Er hún að gefa eftir það? Sko, Natalía er ekki að vinna með púlsmæli og Ekki internet heldur. ekki. Það er hún er kannski aðeins búin að slaka við horfum á vöttin hjá henni en Og þó. og þó Hún þær eru sko, hún þarf samt sem áður, þó hún sé kannski ekki endilega sjá fram á að ná Birtu eða Gunnu, þá þarf hún samt sem áður að halda pallarsæti, sko. Já, hún er að passa sig. Það er áfram til mikils að vinna. Já, heldur betur. Þannig að það eru kannski að horfa á það að það eru þá keppnin er í rauninni hálfuð í hækkun. Hálfuð í hækkun. Þannig að Sem er sturgli staðreynd, því við erum búin að horfa á þetta í 40 mínútur. já, það er alveg galið. Það voru komið hérna skilaboð að Natalía og Eyrún væru saman í veggsport. Já, frábært. Það er mér finnst Það er gaman stemning. að þessari kommunu stemningu. Fólk sé að keyra hvort annað áfram og Algjörlega. Sko, ég vildi alltaf sjá Íslandsmótið bara í Kringlunni, sko. já, einmitt. Bara í fá- bílakjallaranum með það. Nei, bara í Kringlunni með AC 8 hjól, bara allir á eins hjólum, einmitt, svoleiðis, já. bara live. Já, búið að stilla hjólinn með lóðum fyrirfram. Já. Allir bara á vikt í kittinu. Það er bara, Hann er stíð á hjólið. gerir þetta svolítið svona, Hóstaði bolla og allt svoleiðis. við ekki svona athygli hérna. Já, einmitt. Það hlýtur að vera svolítið erfitt fyrir Gunni að líta fyrir aftur sig og alltaf sér hún Birtu. Já, Hún er aldrei alveg farin. eins og skugginn á henni. Hann Eins er og skugginn, já. 36 sekundur, það er ekki óvistíðanlegt, sko, þetta er ekki búið. Og svo kannski, Gunnar hafi svona verið svolítið sterkari í brekkunum hingað til. Já, En það er nóg eftir, sko. Og hvað veitum við nema að Birta hafi hreinlega peysað sig betur. Já. Þetta er ennþá mind games, þetta er ennþá. Algjörlega, sér þarna í trón hjólið alveg glóa þarna í Einmitt. þokunni. Já, eins og viti þannig að þegar hún keyrir inn í höfn. þetta er gott þyrluskot hérna. Já, við sjáum þarna, þetta var bakkalækur, það ekki? Það var klart. Einmitt. Við vonum að því að það er gaman að þessu líka. Sko, nú er Guðrún, það voru 30 sekundur á milli Natalíu og Guðrún áðan, Guðrún þetta. Það er að detta upp í 40, þannig að hún er það er að halda þessu svolítið vel á milli 20, já, það er stutt þarna milli. Milli Guðrúnar og Katrínar, þannig að það er ennþá hægt að vinna sér sæti. Og ég meina það eru í svona, þegar þú komur að þetta alveg barsan, það eru spons undir, þetta fer allt beint á CV, þannig að þú vilt í rauninni, það er munur á því að vera sko í 4. eða 5. og svo er þetta rosalega stökk upp á pallsæti. Já, Það kemur því sem er undir, sko. það er bara þannig. Þetta getur verið spurning lífebrauð. Nú séum við að Gunnar á ekkert mikið eftir af þessari brekku. Hvað tekur svo við, Ragnar? Sko, svo kemur smá inn að gæðsalpa flaturkafli. Þetta eru samt smá rúllur. Það er verið að keyra svolítið svona bratta kikkara og svo flatir kaflar og niðri kaflar á milli. Þetta getur líkt þessu kannski við sko grafningin á undan Eyjafjallabrekkunni. Já, þetta er nákvæmlega. Ef fólk hefur hjólað út fyrir höfuðborgarsvæðið, þá er sko þó að þetta sé kannski flatt á útspeysuðu korti, þá eru kikkarar þarna á milli. Þannig að það þýðir ekkert að slaka á pedalum. Það þarf að halda pressu, það þarf að keyra áfram. Það kemur smá þannig kaflar, sjáum við á kortinu þarna gá upp í erfðinni. Það er rauninni, taka held í vinstri veg, keyra þá þessar rúllur og svo er sem sagt eftir að þær eru búnar, þessar rúllur, þá er rauninni bara já, það koma nokkrar rúllur, enda að fara örlítið niður inn í einhverja hægri beygju, svo kemur síðasti parturinn af þessu Epic KOM klifri, það er kannski mínúta effort eða eitthvað á einhverjum x%, ekkert rosalega bratt. Svo fara upp á rauninni pallinn sem er eftir að búið með Epic KOM klifri, svo kemur vinstri beygja, svo kemur þessi
þessi glæfralega brekka upp í útastöðni Já. sem náttúrulega ekki fyrir alla, ekki fyrir neitt. ekki fyrir þau veikgeiðu að keyra upp. Sjá, hún sér ennþá Gunni þarna í ekkert allt og það bara sama gapp búið að vera eiginlega alla leiðina upp. Það rétt. En þetta stál í stál. Þetta stál í stál. Eins og við vorum komin á hann, það svona, þegar maður bara með þetta fyrir fram að sig, gappið, sekundum, upp kíló, það mjög auðvitað að bregða strax við ef aðeins fyrir aftamann fyrir að reyna að elta. Einmitt, það svolítið hægt að peysa sig bara eftir því hvernig þið verið hjóla fyrir aftan sig og hvernig þið verið elta sig. Þannig að Bríett var að lýsa sig eftir síðustu keppni að þá voru það búin að gappa Hafdísi sem var nú reyndar svolítið slöpp á þeim degi. Slöpp sig bara að díla við veikindi. Þá þáttur ekkert að vera illa með. En Þú segir okkur bara hvað finnst um hana. Já, ég meina, það ekki hægt að hafa verið, Nei, hún var búin að vera lasinn og bara vondur dagur. Það gengur gerist. Það er vondur dag, en það getur bara einmitt matsaði vettin sem hún var að hjóla á og þá minnkaði gappið ekki neitt. Nei, það kan bara haldið inn í ákveðju headlocki þarna fyrir aftur. Já, þannig að dýnamíkin svolítið öðruvísi í Swift. Sjáum við núna, hún er búin að taka 4 sekúndur bara meðan við vorum að spjalla. Þannig að þetta getur farið á, já, þetta að styttast. Sjá, þetta að rampa aðeins upp í halla þarna í þessum beigi sem það voru. Ég var að vona að þyrlan væri aðeins hærra í loftinu. Sko, það ekki að sjá að það sé að söffera mikið með við svona hvernig það á hjólinu. Það vagga ekki neitt. Þetta er alveg formið på 10. Ég myndi segja það. Í öklarhreyfingu og mjaðmarhreyfingum, sko. Og stífleika baks. Stífleiki baks. Nú er Gunni að keyra, hún er komin upp á flatann. Hún er að fara að keyra núna hérna aðeins örlítið niður. Núna gæti hún sko að það að halda pressu líka á pedalum. Nú þýðir ekkert fyrir hana eitthvað að dóla sig því að Birta getur keyrt þar inn. Já. Það eru ekki með neitt power-ups eða hvað eftir? Það fengur power-up núna í þessum síðast checkpointi. Já. En þú gætir verið þarna í einhverju sólokyslu og fengið sko einhvern drafttrukk sem er samlega pointless. Ídel þarna væri að fá 4. Hefðu, ákvæmlega. Hún fær Birta drafttrukk, ekki daftbank. Hún líka kútos, sjáu. Já, fólk að peppa allir. Það verið að fylgjast með allan heim. Já. Þannig að við fögnum því. Það er nú gaman að henda kútos á strákanum líka, en við erum ekkert sárið þegar það kom ekki. Það kemur, Ragnar. Sérðu, nú er það að keyra sko þennan sem svolítið villandi flati, ef við skildum kalla flata. Þegar hún farið yfir og skiptir á Gunnu, sem að hún er komin í öldurlega. Sérðu, þarna er hún komin bara í kikkar. Já. Svo hún keyrir smá flata, svo kemur hún upp, smá bratta, fer niður aftur og svo kemur mjög brattur kafli sem er enda stuttur, þannig að það er hægt að taka svolítið svona, ef maður stendur upp og gefur hressilega í, þá heldur maður hraða yfir hann sko. Af því að svo ferðu niður eftir næsta kikkar, tekur hann svolítið svona steady bjóð og snýst þarna rosalega mikið bara halda momentuminu. Já, algjörlega. Það munar mjög miklu að setja smá power í niðurleiðina. Gerir það sko. Það er stemning í salnum hjá þeim. Stemning í salnum, já. Vorum að fá brakandi ferskt bréf sem ég ætlaði nú að deila á samfélagsmiðlum. Það er þetta, ef fólk er ekki að followa Jóngeir á samfélagsmiðlum, þá er það bara missing out núna sem áður. Já, finnið bara, hvað var það? Hvíti monster. @white monster, það ekki? Jú. Já. Þið finnið út úr þessu. Á öllum helstu samfélagsmiðlum. Sérðu, nú er hún að koma í þennan kikkar sem er mjög brattur en mjög stuttur, þannig að hún gerir það rétt að stöðinu. Hún keyrir yfir þetta svolítið hressilega. Fer niður núna, svo kemur svona pínu afleiðandi brekka sem er alltaf leiðileg þegar maður er að klára þetta segment því að maður einhvern veginn líður eins og það er að vera búinn. Keyrir þarna upp, fær svo smá brekku en þar í þeirri brekku snýst það rosalega mikið eins og þarna líka að halda þessu tempói, halda momentum og keyrir svolítið hraða inn í brekkuna. Og sjá að það er þetta teygju effekt núna. Nú er Birta komin upp í 40 sekúndur en það er bara því hún er bara á öðrum stað eins og rúllum. Hún fær smá hraða í dánilið, siglir aðeins inn aftur. Nú þarf hún að keyra upp og halda hraða yfir þennan kikkar.
Og svo er Natalía hann 50 sekúndum á eftir Birtu. Einmitt. Hún er búin að, já heyrðu, það eru vendingar. Katrín er búin að ná Guðrúnu. Já. Þarna eru að koma saman. Sofandaverðinum, vissum að því. Við getum ekki meira augu alls staðar, því miður. Þær eru tvær saman. Það er einhver köttur hérna. köttur í stúdíónu. Það hljómar svo snákur. Krafsa sig hérna inn. Ef þetta væri okkar síðasta moment. Já, Ef eitthvað hræðilegt gerist núna, þá verðum við allan saman. Já, kannski spundum að kasta kveðju á sína annastu. Já, bara. En því að skipta. En það eru þess að nú eru Guðrún og Katrín koma líklega svo saman inn í síðasta klefrið upp að masterinu. Þar verður barist. Það verður barist. Það verður blóðugt. Og það er 48 sekúndur í Natalíu. Já. Þannig að ég myndi segja, þú veist, það er ekkert víst að það sé nóg, sko. Nei, þetta er ekkert búið. Það verður allar áfram að halda þessum tempói. Ég er þess að rýraðir hérna á mækum, þannig að ef það er umverulega slangað í stúdíónu þá getum við ekki hlaupið neitt. Mögulega er sko húsið að gliðna í sundur. Það finnst það bara eins og fer. Sjá, nú er Gunnar komin upp í þess að það kemur hérna, þetta er síðasta klifrið í Epic KOM segmentinu sem fólk mögulega þekkir og hefur tekið sko einhvers konar FTP-testi. Það er mjög hentug tíma að lengdi það, þannig að það er svona svolítið pressa sem það er að keyra upp að næsta svona hliði, segmentsliði sem hún fær. Þá færðu örlítið pásu, keyrir örlítið yfir hæsta punkt þar, beygir svo til vinstri, fær eitthvað lítið dipp áður en að það er komið í síðasta víið. Það er ekki lent í því að vera að taka þetta klífur hérna og svo ertu kannski bara í grúpprætti eða eitthvað og þú ert bara að kála þér upp og þú heldur og sért að fara niður hinum meginn þegar allt í einu beygir avatarinn í til vinstri og það er radiomasterinn, það hefur knésett margan mann og fengið fullar og fullar að gráta. Já. Sú tilfinning. Og það er svo sem kannski ekki endilega það sem að díla við núna, en ef einhver að veit ekki til þess að þessi fara að henda upp þessi brekku, þá bara Guð blessi það mannesku. Já. Og allir þeirri vættir sem þeir vilja. Þetta verður gaman að sjá. Við erum ennþá tala svipuð göpp, er það ekki? Það eru Natalía á mínútu bara 8 cirka. Já. Hún er ekkert sko, þessi síðasti radiokick. Hvað segirðu? Ég spara hvað er í breynd? Já, hún er í breynd, já. Það er alltaf ekki hlé hjá Ragnari. Já, svo tæknilegir örðulegar. Slóa þið saman. Það sem að sko síðasti, þó að það sem ég brattur í síðasti partur, það var hann ekkert rosalega langur. Þannig að hvað ætlum við að tala um í effortu? 3, 4, kannski 5 mínútur? Já, þetta er nefnilega stutt sko. En ef að þú springur, já, þá getur þú tapað 10 mínútum þarna. Ofboðslega auðvelt að tala með þessi stutt og auðvelt standandi hér í velmegun einhvers staðar í stúdíu upp á Hólsmöld sko, meðan að fólk er hreinlega að æla lungum og fleiri inniflum bara í sölum og bílskúrum allt land. Já. Saman að Gunnar, hún er klára núna þennan síðasta primer fyrir loka-klifrið. 44 sekúndur. 44 sekúndur á milli, hún er aukið aðeins skappið í þessum rúlum. Jú, en ég sjá á kortinu, það er bara samt, þú veist, það er ekki langt í. Jú, þetta er í metrumtali, þetta er ekki rosalega langt, sko. Við fáum þyrlumannin aðeins til að reyna að skýra þetta, já. Skýra svona okkar sín á þetta. Fekk memmo í þetta skipti. Já, þetta er frábær. Sjáum hvort að Birta fer að birtast þarna í mynd. Þú ert rekinn. Sjáu hana? Hérna er Birta. Þannig er hún. Og hún er ennþá að setja hellingi í þetta. Ef þið horfið á power og puls tölur hjá henni. 181. Þú verður svona meira og minna allan tíman. 3-4 watt per kíló á vakt. Það er meira en að segja fyrir hvern sem er, sko. Það er talað um, sko, how bad do you want it? Það er nokkuð ljóst. Einmitt. Hvernig henni líður með þetta? Já. How want you bad it, sko. En sko, það verður gaman að sjá heart rate grafið, sko, eftir þessar keppnir, sko. Ég vildi þetta bara svona eins og kassi. Þú veist, það bara fer á stað, fer upp og svo er það bara í botni og niður er búinn. Já, einmitt. Já.
Eins og lína. Mjög lélegu kassi. Það er svo bein lína efri brún og kassa. Maður sem vinnur í byggingarverslun ætti mögulega að þekka kassi en það er annar mál. Nú er hún, Gunna er komin, hún er komin upp að klifurinn, svo tekur vinstri beygja þarna sem er mjög leiðileg vinstri beygja því að það einu sem er eftir er eitthvað svona fölsk og honum eitthvað downhill, það sem eru húrra niður eitthvað hólu og svo tekur bara við hrein ræktaður viðbjóður. Þannig að núna sjáum við hvort hann sé með nægilegt gap til þess að halda þetta út. Og núna er sko, það sem er eftir núna er bara hausinn. Lappirnar eru farnar, hún á fjörunni inni. Hún neglir inn hana bara beint til að byrja. Hún vill væntanlega sko bara búa sér til gap strax frá byrjun og halda því. Sko, því ég veit að þessi brekka, hún er 13% núna sem er slatti, en hún rampar upp í meira á köflunum. Sko. Einmitt. Þannig að Nú er Birta að fara í beygina líka, þannig að nú fer hún mögulega að sjá hana bara þannig. Já, og nú verður sko vegalengdin í metrum og milli mjög stutt þegar þetta er svo bratt. Ef við rýnum í, sjáum við hana hana? Já, þarna er hún. Þetta er nefnilega svo magnað. Hvernig vegalengdin bara verður allt önnur í svona halla sko. Nákvæmlega. Þetta er loka kaflinn, nú er bara að setja allt sem maður á eftir. Já. Og meira að segja meira til sko. Þó að allt kerfið sé löngu búið að segja að hætta þessu rugli og fara að fá þér popp og kók og þá þarf að keyra áfram. Já. Nú er það einmitt eins og þú varst að segja, með hausinn sko. Þetta er, við getum alltaf meira en við höldum. Já. Þannig að ef að mindseti nær á þann stað, bara keyra, þá er séns. Þá er séns sko. Það er í rauninni bara kílómetr eftir upp á topp. Og En sjáu þið núna, það er svolítið munur á outputi. Svo eru það sko, við gleymum því að það eru konur í 400 metra hæð. Súrefni er svona að það styttist í að fara þynnast. Það líka getur spilað í því. Já. Það eru ýmsar breytur í þessu sem kannski fólk upplifir ekki bara dagstælega sko. Ég held að nú sé allt á hvolfi í World Class að öskra hana áfram. Er það ekki? Að ná henni. Því að hún er að keyra. Og hún er bara að loka gapinu. Já. Það er það sem er að gerast. Það er það sem er að gerast. 270 vett. Jesús Kristur. Við erum bara að tala ekkert langt í 4 per kíló. Þetta er rosalegt effort. Sjáu þið bara hvernig sekúndurnar tikka niður 60 kadens, það hefur verið að standa á hamra sko. Sko er þetta ekki komið niður 10 sekúndur síðan það byrjuðu, hún var í 44 sekúndum. Það voru 44 sekúndum þegar það fóru yfir í gegnum síðasta hlið. Þetta minnkar og minnkar. Þetta er að við talum sko, þarna er hallin það mikill. Það sker svolítið mikið, eða byttu nú það. Þetta hefur nú bitið aðeins kannski. Það hefur aðeins þurft að slá að þarna. Það er spurning hvort að... Við erum bara aðeins á andanum og svo kemur þetta aftur í gang sko. Já. Spurning hvort að Gunna Halldórs geti bætt við þegar hún sér að Birta slakar aðeins. Já, hún á inni hennan buffer sko. Þannig að hún þarf ekki að vinna með hálfum mínútu, hún má alveg vinna með 5 sekúndum. Já, hún má alveg. Má alveg, það er sömu velun sko. Sömu velun. Já, núna finnst þetta aðeins haldast. Já, Gunna er aðeins að svara. Kíkjum aftur á Birtu. Bæta ég aftur. Þetta er rúmlega hálf mínúta. Hvað ætli sé eftir? Er kílómetrar eftir cirka? Hvað er því? Minna? Það er tæpi kílómetr, cirka about 60-70 metrar á hækkun. Þannig að það er mjög lítið eftir en þið sjá hvað gapið er búið að styttast hratt. Einmitt. Við erum inn í 12% halla. Gunna er að svara heldur betur. Já, hún er að bæta. Svo rampar þetta upp í 17% þarna í þessari beygju. Já. Þannig að þarna viltu ekki missa niður power því að þá bara stoppar þau. Einmitt. Getur aðeins bara hjóla heim sko. Það er skafrinn ykkur hérna. Þetta er svo víkurskarðinu bara. Já, það er bara... góðum sumardegi. Báðast við öllum með öðrum. 28 sekúndur. Þetta er ennþá að hrynja niður. Það má heyra saumnál þetta. Já, maður er bara sveittur í lóðum. Ég held að það sé ekki svona rólegt í salnum. Varstu með kalki hérna? Hérna, já. Einmitt. Hvernig er þetta? Hvernig er staðan á þriðasætinu? Já, kannski kíkjum aðeins á 3., 4., 5. Hún er ennþá með 50 sekúndar gap aftur aftan sig sem hefur verið svolítið svona bara
standstætti í. Katrín reyndar sko, Hún er að stinga Guðrúni af. já, það er bara hörð og römm baráttu milli þeirra að tekja þarna yfir grafningin. Þið sjáum líka að hún er að éta niður gappið á Natalíu. Einmitt. Komið 5 sekúndur síðan þú opnaði munnin á hann. Já, Það er hárið rétt, já. og ennþá á hraðri niður. Já. Ég sjá hún er að taka þetta á Þessi rúm. á hraðri uppi. Þetta er bara þannig þriðasæti. Þriðja sætið, sko. Já, þannig er pallsæti undir sko. Þannig að, Þannig að alveg eins og Birta getur lokað þessu gappi hjá hana Gunni, að þá getur Katrín lokað á Natalíu. og svo Já. sjáum við það sko að Katrín mista hópnum í byrjun. En hún er Einmitt. að berjast pallsæti sko. Þetta Þið er ekki búið fyrir en þetta er búið. það er komin í 27 sekundur. En núna er þetta er síðast gaflinn sko. Já. Það er aðeins að sigla til hægri. Þá nú sjáum þær hérna skíðakóðan. þar sem maður geta aðeins ylja sig með kakó eftir keppni. Akkurat. Já. Þannig að það er gott ef það er ekki bara finnislæðinni, það ekki? Jú. Já, einmitt. Hinnislæðinni er þannig að það koma að skúrnum og svo fara aðeins til hægri. Þið sjáu þetta upp í hægri horninu. Það er örlítið flatt þá yfir finnislæni. Það er, eða sko, Já, þetta endar ekki í sjálfur brekkunni. Það kemur örlítill stallur hann til að ljúka þessu. held ég að væri gaman að vera þarna núna. Með kúabilluna bara og Já, 180 púls. öskrandi stemning. Hvað eru kúðabílar? Ég sé engan. Við hefum nú kannski getað verið með eitthvað hér sjálfur. Já. Já, það er gaman að Allir verið til í það í útsendingunni. Ding, ding, ding. Já, það er... Við erum að tala um að þetta er sko að loka klukkutíma efforti. Það er búin að vera keisla í klukkutíma. Já. Það hefur alltaf verið dauður tími. Ég bara aðeins illt í lærin. Já, gott að púlsun er ekki bara að hækka hérna í settinu sko. 85 með mér. 85. Já, Jesus. Það er bara svoleiðis. Þetta svona, hún virðist alltaf að halda þessu. Já, hún er búin að keyra þetta mjög svona, þetta er búin að þrosku keppni. Hún er búin að halda sínum vöttum sem eru frábær. Og svo er Natalía líka með 30 sek á Katrín. Katrín, einmitt. Já, við erum mjög spennandi að sjá hvernig keppni fer þriðasætið. En já, þráttur hetju effort frá Birtu, þá er bara aðeins meira eftir á taflinu með Gunnu. Já. En hún segi á hana í þessum síðasta kafla. Það er líka bara að maður lærir af þessum keppnum. Maður lærir betri tímasetningu og hvernig maður hugsa þetta. En það er bara svo geggjað að sjá, þú veist, þegar fólk er að reyna, sko. Já. Þetta er náttúrulega það sem að maður tekur hvað mest úr í lífinu, það er að tapa. Já, þú ætti nú að þekkja það mjög vel. Okkar allra sjóaðasti maður í því. Þannig að hókinn á reynslu. Já. Þú er nokkra myndir eftir upp á topp. Þeir eru svolítið í slagsmálum, þessum að heyriði bara andadrátt og... Eins erotískt þetta hljómar að það er. Það er þetta ekki, já, það má bara ekkert segja við henni mann, en nú er þetta bara alveg að hafast hjá henni. Já, horfum á hana sigla yfir línuna. Ég vil sjá hvort hún hafi orku hreinlega í að kasta upp höndum og kannski high five að eða tvo leiðinni. Sjá, þetta er ótrúlegt sport. Hún bara bætir í. Já. Hún ætlar að klára þetta bara full gas. Vel gert. Þetta er geggjað. Sjáu þið. Bam. Já, frábært effort í Gunnu. Geðveik keppni. Mjög vel á sér vikið. Þetta er til háborunar fyrirmyndar. Þetta hrúast inn Gúdósi. Hér kemur Birta yfir... Síðustu... Þetta er ótrúlega seglu. Já. Virðilega algjör snilld. Hún var svolítið að ströggla eftir Gunni í brekkunum, en gaf aldrei á einum tímapunkti neitt eftir. Nei. Það var bara, sérðu, hún er að negla þessu upp líka bara í restina. Klára þetta í botni. Einmitt. Þetta er frábært. Þetta er ótrúlega að horfa upp á þetta. Já, sjáðu 400 vött, blá lokinn. 500 kíló. Halló. Það er bara svoleiðis. Geggjað. Frábært. Birta, annarsæti. Silfrið. Hvað segjum við með baráttunum með þriðasætið? Þannig er þetta komin í 27 sekundur, en það er stutt eftir. Já, Ég held að Natalía á tíma setja þetta bara frábælega. Já, ég held að þetta mun ekki duga til að skrapa niður hálfa mínútu. Ótrúlega flott effort til Katrín sem áður að vera sko þetta stutt frá pallsæti eftir þessa löngu sólókeislu. Algjörlega. Þarna þyrlan.
Það er svona ákveðið mikið lotterið í fyrir þurrluna, hvort hún sé með gott skott fyrir okkur eða ekki. Já, það er mögulega vindasamt í dag. Það er erfitt að Hefði mátt að græja interkomið við gæjan í þyrlunni. Við getum spurt hann bara hvernig er staðan. En við erum bara með okkur budget, við vinnum bara með því. Já, ef þið viljið styrkja þessar útsendingar, þá er það eitthvað sem Við erum á Patreon, eða ekki? Hvað segirðu? Við erum á Patreon, það er hægt að leggja inn á okkur bara. Já, einmitt. Það er eitthvað sem líka fylgja eftir keppni. Já. Þekkir hann okkur ykkar Guðrunu sem var vann keppna? Með á Facebook Messenger? Nei, en er ekki hægt að hringja hvert sem er? Jón, ekki sína spetta. Bara spá hvort við náðum að taka viðtalið eða? Já, það væri nú gaman, ég skal kíkja aðeins á þetta. Það er í hérna símaskóla. En á meðan þá er Natalía komin yfir línuna og þá eru komin fyrstu 3 sæti í kannakeppninni í dag. Þetta er mjög sterkt líka pallselja á Natalía, frábært. Það er nafnið það. Ég er að vinna í þessu. Guðrún Valdís Halldórsdóttir. Vinsalast köll upp í móttöku. Hún má búast við símtali. Já, bara hvað á hverju. Vonandi er þetta réttur aðili, því að annað væri... Já, þetta lítur út eins og hjólari. Er það ekki? Það er engin hjálmur. Það er engin hjálmur. Nei. Heyrðu, og hvað... Já, þú þarft eiginlega... Ég ætla að verða bætinu við sem vind, þess að ríkja hérna. Við sendum hérna... Það er hérna... Guðrún Þrastar líka að sigla í mark eftir frábært effort, eins og hjá þeim öllum. Það hefur ekki verið þumlungur gefinn eftir. Nei. Það er Við vestum hérna fyrir rúma klukktíma síðan. Þegar ég er reyndar að horfa á klukkuna. Það er stutt í kallakeppnina og við ætlum að fá að taka okkur smá pásu áður en að hún hefst. Þannig að bara takk fyrir að vakna með okkur. Við fórum úr einum áhorfanda í 25, sem er frábært. Það er bara sturlað. Þannig að ekki fara langt. Hvað er eitthvað loka orð hér? Nei, ég ætlaði bara að segja að þetta er svona svipað stigagangurinn hjá mér, 25 manns. Ákvæmlega. Bara mjög gott. Þetta er kommúna. Herðu, við sjáum ykkur eftir 10 mínútur, korter yfir 10. Það var start í karlakeppni í þessari sömu braut. Hvað fyrir við hérna í pásu, ekki?
Jæja, velkomin eftir að skjánum. Hvað ætla þessi margir að horfa á núna? Það eru heilu 17. 17 manns. Það var smá dropout frá því að Fólk að fá sér gél og svona. Já, fólk að fá sér gél. Já. Það er þessi beta-fuel eða? Já, við. Sko, ég ætla Other að brands segja are það. available, við erum Beta ekki Fuel sponsaðir. hvað segir þú? Við erum ekki sponsaðir hérna, svona other brands are available. Ég myndi fá mig Beta Fuel alltaf, allan daginn. Við höfum 2 mínútur og örfá sekundur til þess að fara þessi yfir málin í þessari keppni. Þannig að kannski áður í skiptur á brásum og skulum við loka hérna þessu. En já, hér erum við komin með keppandalista í keppni karla hérna í dag. Byrjum að fara kannski yfir hérna A-flokkinn. Þar erum við með 8 skráningar. Guðfinnur Jóhann Almar sem er að koma eldheitur úr æfingarferð með landsliðinu. Já, góður æfingarferð. Kristi Kristjáns, Matthew Canali sem var virkur í athugasemdum í kvennakefni. Var það ekki? Já, var það annar? Ég er ekki alveg viss. Nei, það er Ok. ekki. Ég er örugglega saman. Anna Matthew. Já, Maxon Kvass sem var hress í síðustu kefni líka. Óskar sem er að koma núna inn í fyrst skipti. Aldrei hjólaður. Aldrei jólaður. Pétur Jökull og Sigurður Tómas. Svo erum við 17 skráningar í B-flokki. Kannski höfum ekki alveg tíma til að lesa öll nöfnin, en þar erum við kannski fyrst á blaði Jón Arnar sem vann síðustu keppni. Og já, er nú sigur stranglegur í dag, eða hvað segið þið? Ég seti alltaf peningi minn á Jón Arnar. Eða þú veist, hann er líka endurskoðandi minn. Nei. En svo veit ég til þess, sko, ég hef áræðanlega heimildi fyrir því að það voru meira sér sko töflufundir haldnir hérna víðsvegar Reykjavík í gær. Það er það stór hópur í þessari keppni. Menn voru svolítið að hópa sér saman og Skrafs og ráðagjörðir. já, Já. þannig að það er hérna mögulega sjáum við sko blússandi liðataktík. Við fyrir betur yfir þetta eftir, en hérna á skjánum erum við með brautina. Sem að þið sjáu að byrjar hérna bara á nokkuð flötu sectioni. Það skiptir eiginlega mestu máli svo við séð að vera on it í startinu. Og svo fá keppendur svona ákveðið intro inn í brekkurina í fyrstu tveimur. Áður en þið fara niður hérna fyrsta klifrið sem þið klifra sér tilbaka upp, sem er mjög bratt. Og enda síðan á radio-turninum. Við þurfum bara að skipta yfir útsendingunum þetta er bara að fara að byrja. Nokkur sekundir sart. Nú sjáum við bara líkt á keppnin áðan. Hver er tilbúinn á petrolunum og hver ekki. Þetta lúðrast í gang. Þannig er þetta allir stað 8 vött. Enda í 10 vött per kíló. Já. Menn er ekkert að bíða eftir neinu þarna. Það er ekki þetta neina að bíða. Hver er þarna fremstur? Ég ætla að segja Óskar. Ég ætla að gíska á Maxson. Mér finnst hann líklegur til að hérna taka vel á því. Kveðja menn í startinu. Þannig að sjáum við brekkuna sem við erum hjólið upp á eftir. Þetta er 3. brekkan í rauninni í keppninni. Það taka vinstri beygju núna aðeins og geta hægt að pælja henni í smástund. Þetta er öflugt start. Það er einhvern veginn lenskan í öllu þessu keppni, en það er alltaf einhverju sem verða aðeins eftir í byrjun. Já. Magnús, þú verður að keyra þetta aðeins upp. Hvað er Pétur Jökull með í treyjunni? Hann er með hundinn sinn með sér. Er það málið? Er það ekki? Það er náttúrulega þessi hundur í honum. En ég get ekki séð að Óskar sé þarna. Ætli hann hafi sofið yfir sig? Já, menn það, bara skráfa sínu svift og fara eftir á kottan. Já. Að ég sé hann ekki þarna. Þetta er stór hópur. Þetta er rosalega hópur og það er engin smá saman frá vöttum bara þegar við komum saman. Það er að myndast lítill hópur fyrir aftan stóru grúppuna. Já. Þannig ekki oft sem að það er búið að myndast grúp þetta á 1 mínútu eftir start. En svona er þetta bara í sveit. Já, það er, hérna, fólk er refsað ef það séu örlítið á verðinu. Þetta er hörku hópur. Já, það eru margir öflugir í þessum hóp, bæði B og A. Já, Ég hefði bara viljað sjá þetta bara sem A. Þetta er það öflug. já, við erum ekki, þetta er ekki pólitík við þáttur. Við skulum ekki fara út í það. En það eru menn þarna sem hafa sko meiri segja bara gott að ekki landa titlum í einum tíma. Eins og Árni Már og fleiri ótrúlegir hjólarar í sögu íslenskra hjólara. Er það ekki? Það er
Nú verðum maður að gefa hérna shoutout á morgunvaktina, Já, þeir eru með hörkumætingu. Þeir eru með góða mætingu þannig. Og við vitum að þeir eru sko, þar eru menn sem eru sko optimiseraðir fyrir klukktíma effort. Já. Þeir hafa verið í þannig kyrslum bara frá blautu barnsbeini. Já, sko í rauninni, það var bara síðustu 5-6 ár, öll snúist að æfa fyrir klukkutíma sviftkeppni. Einmitt. En já, við vorum að horfa á kvennakeppnina áðan og þar, spennandi keppni, við ætlum að ég pikkaði því Jóngeir út af því að þú varst að hringja símtal. Já. En já, við ætlum að reyna að koma því að spjalla þig sigurvegara í kvennakeppninni sem var Guðrún Valdís. Þú má bara hringja að þú ert tilbúin. Það var ekki að vera vídeospjall sko. Nei. Áttu innleikna það? Það byrjuði ég ætla aðeins að... En já, það voru ekki droslega margar sem störtuðu. Það voru hvað? 6 eða 7 jafnvel. Hvernig hópur, en mjög sterkur einhver síður. Sterkur hópur og keppni var í rauninni nokkuð spennandi á þennan tíma því að það var engin afgerandi sigurvegari. Vistu með þetta á spíkar? Já. Guðrún, ertu á línunni? Guðrún komin á línuna. Já. Hvað segirðu gott? Já, þú ert í mynd, ok. Ég segi. Það einhver Já. Ætli þú sést á Wi-Fi? Það Jón á Wi-Fi. Illa í þér. Já, það Jón ekki á Wi-Fi. Það getur verið vandamálið. Spurningum að hringja bara í símanúmer. Já. Sendu okkur bara símanúmer. Það örugglega bara best. Þá hringjum við í gömlu leiðina. Já, þetta... Meðan við býðum til því, þá þessi hópur áfram að keyra sem alveg svalalegur hópur. Hvað eru að tala um? 15 manns eða eitthvað sem fjöldi hópur. Mjög feitur. Já, þetta er rauninni kannski besti sénsinn okkar til þess að taka betur viðtal. Bara hún að rétta með hann. Já, halló. Já, verður velkomin aftur Guðrún. Hvað segirðu gott? Ég segi bara allt fína. Já, þú hljómar þetta ekkert að vera að hjóla. Var þetta ekkert erfitt eða? Jú, þetta var alveg drullu erfitt, sko. Þetta aldrei auðvelt. Já, hafðirðu hjólað þessa leið áður í svift? Já, en örugglega bara einhvern tímann á æfingu, sko. Þegar maður velur æfingu þá maður ekki alveg að keyra sig í þessum brekkum, sko. Nei, ég skil þig. Hvernig fannst þér samkeppnin vera? Var erfitt að sjá alltaf í skottið á birtu fyrir aftur sig? Nei, þetta var voða þægilegt, svona. Maður var bara með þar alveg í byrjun, fyrstu 2 og Natalíu. Það var mjög auðvelt að fylgjast svona með þeim, þannig að maður reyndi bara að gera sama á þær eiginlega. Svo sá ég svona í seinustu brekkunni eiginlega að það var svona aðeins verið að draga á milli mín og hennar birtu. Þannig ég reyndi bara að halda í rauninni mínu tempói þar bara. Já, heldur betur. Við tókum eftir því. Já, svo sá ég að hún var reyndar alveg að hún ætlaði örugglega að finna ná mér. Já, okkur skilst hún hafi verið með ansi stóra saglar tindur að öskra á hana þegar hún var að klára hana síðustu brekkuna. Já, akkurat, mig grunaði það alveg, en ég sá alveg að ég var alltaf svona cirka 30 sekúndum undan, þannig ég hugsaði bara það var eitthvað mikið að gerast ef hún nær mér. Varst þú í sali eða varstu bara einn? Nei, ég var bara hjóla heima. Já. Þannig að það var enginn sem var að kaupa mig. Jó, við vorum alltaf að kaupa svona sjálfur mér. Varstu með eitthvað plan fyrir keppnina? Nei, bara, þú veist, að gera mitt besta, sko. Það tókst. Það tókst. Já, ég náttúrulega búin að taka þátt nokkur sinnum í þessum sviftmótum, sko, þannig að maður alveg komið með svona smá reynslu, svona bara að reyna að fylgja og kannski ekki að keyra of hratt, sko. Já, akkurat. Dýnamikinn aðeins öðruvísi heldur en í raunheimum. Hvað ertu að stefna á einhverjar keppnir í sumar? Ég bara veit það ekki, það það helst eitthvað á götuhjólunum, sko. Já. Akkurat. Það þá bara önnur hvor eða báðar. Já, einmitt. Það ekki margar. Herðu, takk hérlega fyrir að taka símann. Gaman að heyri þér og bara til hamingju með sigurinn. Þetta var rosalega vel að segja vikið. Já, takk fyrir það. Bless. Já, bless. Já. Þetta var alveg magna. Herru, við sjáum kallarnir eru ennþá á þessum rönninn flata áður en að þannig komið fyrsta klírið. Það áfram sami hópur. Þetta ég held að segja 14-15 bungar saman í þéttri köss.
og hraðin eftir því. Er Jón Alman á svæðinu? Það er nú góð spurning. Við höfum ekki held ég síðan eitt sem var í þessari æfingarferð, eða þó í dag. Þannig að kannski Hún bara séð lagið með þau öll. Fyrir öllu sko. Þetta er okkar fremsta fólk í einu og öllu. Þá sko, það er hérna Sigurður Tómas sem í A, það er Pétur Jökull, það er Guffi. Er það upptalið í A, já? Nei. Magnússon og Matthew skráðir í A, þeir eru ekki í þessum hóp sko. Kitty, hvað er Kristinn? Kitty er hann í þessum hóp, ekki? Hann er í þessum hóp, jú, ok. Það er A-hópurinn þarna í þessum hóp eru Guffi, Kitty, Pétur, Jökull og Sigurður Tómas. Við höfum nú að einhverju fengið smjörþefinn af Sigurður Tómas í morgunvaktinni. Já. Þannig að þetta er rosalega blöðstrákur. Einmitt. Framtíðina fyrir sig og Hann er búinn að vera bara líka gríðarlega duglegur að æfa síðustu ár. Einmitt. Hann er í þessum HFR kreðsu sem er að standa sig frábærlega. Það kemur að ungviðinu. Algjörlega. Gaman að sjá bætingarnar á milli ára svona áberandi sko. Einmitt. Já, og bara duglegir krakkar að leggja inn vinnuna og uppskera eftir því sko. Nákvæmlega. eins og Jón Arnar, hann er brandkorrekt, réttu Jóli og réttu Kitty. Hann er að fara beint í myndatöku eftir þetta. Já, við erum að sjá að maður ekkert rosalega vel lengur. Ég er nú með skemmtilega sögu. Ég pantaði nú einu sinni hjólafatna á vefsíðu og fekk hérna svona thank you for purchasing e-mail. Þar var mynd af Jóni Arnari. Einmitt. Ég bara hef sjaldan verið af starstruck. Þannig að þú fékkst gjöf með pöntunni þinni. Í algjörlega. Mynd af Jón Arnari er. Og núna er hún í ramma upp á vegg. Það ekki? Jú. Já, ekkert minna. Ég sé að þessi hópur sem myndaði strax í byrjunni kom með ansi stórt gap á grúppettaði fyrir aftan. En þeir eru alveg að fara að taka vinstri beygju og þá meina ég auðvitað hægri beygju. Hægri beygju, já, bara vinstri beygju til hægri. Já, algjörlega. Inn í fyrsta klufu dagsins og þó að það sé ekki bratt, þá er það klálega staður þar sem að það fer að tegjast aðeins á hópum svona í fyrsta skipti. Við svona eiginlega ætlumst til að það verði aðeins lagt í. Já, það var sko, ég hleraði smá umræður í gær þar sem menn voru hreinlega að sko spyrja hvern annan kílótölur. Það er svolítið. Til að geta stillt sig inn á sko þessa keyrslu. Þegar núna vilja þeir sem eru kannski hærri í vöttum og kílóum jafnvel, þeir vilja núna setja pressu. Þannig sjáum við Reimar er náttúrulega mulningsvél, eins og við vitum. Það er bara hannig. Hann vill láta léttustrákunum líða illa. Það er bara hannig. Þannig er hann í sko S-inu sínu. Sjáum það. Sér hann þvingar allan hópinn hann upp í 4-5. Maðurinn er á sko 400 plus. Já. Það er verið að hamra. Jón Arnar hann vill alltaf vera fremst, hann vill vera mynd. Einmitt, já, það er það að borga fyrir það. Þarna strax aðeins fara að slitna. Við sjáum strax myndast tegju. Já. Það er frábært að sjá, því þetta er bara, það er nóg eftir keppni, það er samt verið að testa og aðeins að vilja menn líka bara sjá sko hverjir eru vaknaðir. Algjörlega. Þú vilt ekki einhver geti bara slaka á núna og aðeins jafna sig fyrir síðasta klifið. Ef þú ert í góðum málum, þá setur þú pressu og þú lætur öðrum líða illa, eins og Reimar er augljóslega. Reimar er búinn að vera að vakna 5 á nóttunni bara síðustu ár til að mæta í morgunvaktina og þeir eru allir vaknaðir sko. Já, þessum menn eru bara eiginlega bara farnir að sofa aftur. Vinnudagur er hálfnaður þessum mönnum. Já. Þegar þessi keppni byrjar. Páll Snorrason, hann er að koma þarna í. Já, Arnar Gaut og Kitty og Þröstur koma þarna, Pétur Jökull. Þetta er aðeins að tegjast. Ég held að þetta sé bara allt morgunvaktar strákar þarna fremstu. Einmitt. Hver er í svona fínu gulu Kitty? Ég ætla að segja þessi Arnar Gauti. Já. Hann er alltaf mikið fyrir að svona vera sýnilegur. Já, tískulega mikið, sérðu. Já, sjáu þið. Hann er á skottinu sínu líka. Það er svo aðgæðlegt. Grifflur og Hvað er með í vasanum? Bánsa. Já. Er það svona súkkulaðbánsi? Ég held það. Já. Ok. Stutt í páska. Það er að drifja þess að borða þegar maður er að borða þar. Já, þessi var góður. Ég verði náttúrulega í klukkutíu viðbót. Hver er að tegjast aftur þarna? Guffi er að lítið að... Þröstur Alberts. Nei, hann er að keyra aftur upp í hópinn. Já. Þröstur Alberts er þarna, hann finnir smjörþefinn að þeim.
Hann náttúrulega frá Selfossi sko, hann ekkert mikið að æfa sig í brekkunum. Nei, það málið. Hann svolítið á flatlendinu. Já, hann ægilega góður þar. Elías þarna örlítið fyrir aftan. Þetta Björgun, ekki? Sem þarna. Pétur þarna. Og Magnús Tindararnir, þeir eru þarna saman. Þeir eiga nú ennþá sem sá kerinn upp í hópinn, sko. Já, sem lenda lítið aftur úr þarna. Við sáum bara hvernig þetta gat breyst snögglega í keppninni áðan. Algjörlega. Ég held líka, þú veist að með við keysluna sem við vorum að horfa á, þá menn þurfa einhvers staðar að recovera smá og það þarf eitthvað að gefa eftir, sko. Þetta er ekki sustainable í klukkutíma þó þetta séu ofurmenni, við vitum það. Já. Við erum að horfa á hér. En já, fremstu hópur til þá hvað, 9 manns? Þar eru Pétur Jökull, Sigurður Tómas og Guffi A. Er það ekki? Jú. Rest í B. Og Kitty Kristján. Já, Kitty, hann hérna. Alltaf að gleyma þessum ótrúlega fallega flokka manni. Það er ekki... Hann að fá menn smá hvíld áður en að þeir kíkja í næstu hækkun. Nú eru þið búin með þennan fyrri part af þessum 2 fyrstu klifrum, ekki? Kemur smá stallur. Það þarf áfram að segja að þeir eru áfram að halda 400 kíló á stallinu. Þannig það er ekkert verið að leyfa mönnum að slaka í drafti þó það sé smá flatti, sko. Já, það er PR bara þannig að hægri vinstri. Hvetjum ykkur endilega til þess að skutla okkur kommentum ef þið hafið eitthvað fram að leggja. Já, bara samt svona jákvæð komment helst. Já. Nú var gaman að vita hvort það sé einhverjir í sölum landsins, líkt og var áðan í keppninni. Já. Það sé verið að hópa sér saman og hvetja hvern annan og mögulega reyfa kjaft, sko. Það er alltaf til framdráttar, sko. Það hefur líst vel á kringlu hugmyndina, þá allir sem hafa ítök bara að varðandi Íslandsmóti komið sér í kringluna. Já, þú vilt kannski fara yfir það aftur, finnst það var í síðustu útsendingu? Já, það er rétt. Minn draumur að Íslandsmótið fari fram í kringlunni á ISI 8 hjólum í beinni útsendingu, bæði í raunheimum og tölvuheimum. Þannig að bara þetta er komið út í kosmósið. Já, nú er annar að gera þetta raunveruleika. Já, ég verður ekki á landinu. Við erum bara hugmyndismiðir hér. Þetta er sami hópur sem er að koma þarna áfram upp. Hvað erum við að tala um marga? 8? Já, ég taldi 9 áðan. Ég held að það sé ekki búið að breytast. Svo erum við hérna með 3. Það er þetta góður, sterkur hópur þarna. Árni Már, Pétur og Magnús Ari. Þetta eru maskínur. Það er allt hörku hjólar. Og eins og við vorum svolítið að tala um í kvennakeppninni áðan er að þessi braut héðan í frá er meira og minna bara brekkur. Þannig að 20 sekúndna gap er töluvert auðveldara að loka á leiðinu upp heldur en á flata. Og þar á eftir, þetta er 3. hópur, ef við getum kallað 2 hóp. Svo er ég lesið á milli þeirra. Já, Elías er 13 sekúndum undan þeim. Björn Þór og B. Jónsson séum ekki hári, en Svo honorable mention hérna, Magsson hérna okkar. Yes, maybe. Ekkert eðlilega flottur á trónhjólinu. Nothing ordinary flott. Nothing ordinary flott, yes. Very nice. Þetta er einn af okkar allra bestu mönnum sem er ótrúlega skemmtilegur hjólari. Hann er skemmtilegur karakter. Skemmtilegur karakter líka, já, bara falleg manneskja og falleg sál, sko. En hann er líka ósér hlífinn, hann er duglegur að gera árið sér. Hann vill hafa læti og stemningu. Já. Alveg sama þó að það föður upp endurum og eins, en þá er það bara hluti af sportinu, sko. Það er bara þannig. Við viljum hafa líf í þessu. En kíkjum hérna aftur á fremsta hóp sem er svona komin inn í þetta klifur aftur. Þessi eru líklega bara svolítið búin að setla inn í tempo. Þannig eru menn kannski, við veit að þetta er þessi hópurinn sem fer í síðustu klifurinn saman. Það er kannski óþarf að vera að gera einhverja ára sig þarna. Það er ennþá svolítið langt heim. Nema þú viljir bara alls ekki fara með einhverjum ákveðnum í klifrið, þá þarftu eiginlega að gera það núna. Einmitt. Ef þú vilt sikta út, þá er þetta mögulega staðan til að gera það. En sjáu þið samt að peysi er mjög hátt, sko. Þannig að það er kannski lítið overhead fyrir
svona hraðar í jafnri keyrslu, Fyrir ykkur ára þessu, einmitt. Það er náttúrulega, ef það hefur verið að halda þétt málsinn að þér, það varst ekkert að fara að gefa í, sko. Þannig að við erum að horfa á Pétur Jökul, sem er einn af þremur, það ekki, já, hvað var ég aðeins mót, 4. Þeir sem er B, hann er Þröstur, Reimar, Arnar Gauti og Palli, Jón Arnar. Það er allt náttúrulega svaðalegir hjólar, sko. Já, þetta er mjög sterkur hópur sem við erum að horfa á hérna. Nú ert þú, Jóngir, sérlegur áhugamaður um þyngd. Já, sko, ekki þyngd heldur, vera léttleg. Já, einmitt, sem er þyngd líka. Já. Ég var sakað orðbókinni. En þú vilt þá kannski fara yfir það hverjir í þessum eru kannski betur settir, hvað það varðar, á þess að þú væri kannski ódjúpt í Já, kílótur. sko, við náttúrulega þekkjum nú vel þessa hjólara alla og það er nú landsfrægt að Guffi hefur verið seigur í brekkunum. Já, mikið Það er hans svona heima völlur. En svo erum við líka hérna með hann Víðisson Einmitt, Sigur Tómas. sem er sem ég held að eigi eftir að skína vel í brekkunum. Er það ekki? Jú. En aftur á móti þá erum við með hausana á morgunvaktargæjanum sem að taka á yfirleitt dálítið fram úr sjálfum sér. Þannig að það er aldrei að vita hvernig það fer. Einmitt. Ekki veit ég af hverju Snorrason er með Halo í kringu sig, en Hann er sem sagt, The Chosen One. já, hann er ekkert eðlilega massaður. Já. Þetta er rosalega, hann er ekki að handhjóli bara. Þetta er ekki smá upparlega. Já, þetta er gaman að sjá. Hann hefur verið að leggja inn eitthvað í vetur. Þetta er í raunstæð, eða ekki? Ég meina hann haggast ekki á hjólinu. Það er bara lappinu sem segjast. Einmitt, þetta er ótrúlega flott form á manninum. Sýnst hann að valið sér ethosinn til að Já. klára þetta verkefni. Það er aðeins að vinna tilbaka. Bakar vel í stellinu á þessum lærum. Það er Jón Arnar sem að, Er hann að setja pressu eða er hann bara ég held að þetta sé bara hans comfort zone. Já, hann líður bara vel þarna. Já, Í 320 vöttum. 4 vött per kíló. En það er samt eitthvað aðeins farið að bæta í hérna. Já. Það er smá pressa. Hvað er þessi Víðisson? Það er Sigur Tómas, eða ekki? Sigur Tómas. Já. Þeir eru heimilt held ég feðgar í morgunvaktinni. Víðir og... Víðir Sigurs og Sigur Tómas. Þetta er farið að spanna kynslóðir. Það er bara svoleiðis. Það gerist í öllum betri bókaklúbum líka. Sko, nú er það að klára síðasta svona, kannski kikkarinn upp að þessum flata áðurinn að taka hægri beygju niður í dánlið. Þannig að núna, ef einhvern tímann þungavíkta trukkarnir ætla að keyra í burtu og fá svona gap fyrir þessar síðustu brekkur, þá er það núna. Það er hver að vera síðastur. Þannig sjáum við að það er aðeins að slitna þarna. Það er komnar 2 sekúndur í fjórðasæti. En þetta er fljótt að koma tilbaka aftur. Með leið að maður segir það, þá er mættir eiginlega. Já, og líka kannski ólíkt því sem við vorum að horfa á í kannakeppnina, þá er þannig stór hópur fyrir aftan Sigurð og þeir myndu auðveldlega ná honum að leiðin niður brekkuna, bara út af vindmálsstöðu. Einmitt. Þeir fara allir saman sennilega þarna niður. Sjá það Reimar í Hjálmlus. Hann er í 70 km/klst downhill. Hann er nú reglunar maður. Einmitt. En kannski veit hvenær má brjóta þér. Já, svo er það. En byrju, þetta er nú aðeins, þetta er sjónarhorn gefur manni aðeins betri mynd yfir hvað er að gerast þarna. Þetta er ótrúlega fallegt. Já, Sigur Tómas er svolítið að halda þeim hreinskilnum, eins og maður slettir kannski. Já. En það er spurning hvort að þetta sé sniðugt. Hann er að fara í burtu bara. Er þetta sniðugt? Er þetta sniðugt? Við kannski spyrjum að leikslokum. Nú veit ég ekki hvað max-púls hjá honum er, en hann er kannski ekki mjög langt frá honum. Nei, hann er náttúrulega ungur. Gæti verið í 210 max. Já, þannig að hann er bara rétt að detta upp úr tempo. En við erum að tala að hann er komið 5 sekúndna gap hérna upp á topp og það er mjög respectable. Já. Við hefðum ekki, sko, ef að greining Jóns er rétt og þetta sé kannski með léttari mönnum, þá hefðum kannski ekki séð þessa taktík fyrir. Hann vildi búa sér til gap fyrir brekkurnar. Já, ég held að sjáum líka núna þess þú veist hvernig þetta virkar í Swift, sko. Hann er með 5 sekúndur, fylgjumst bara með effortinu hans niður. Sjáum við hvort að massin éta hann bara hreinlega upp, sko. Það er spurning hvað þetta er að gera í hópnum fyrir aftan. Eru menn
að reyna að ná honum eða eru þið bara að bíða eftir brekkurinn niður? Sýnist Þarna er lamadýr. Sýnist þeir vera nokkuð rólegir. Þeir eru ekkert að stressa sig mikið. Þannig að séu hraðan, þeir fara úr 40 konur í 60 km hraða. Þarna skiptir töluvert miklu máli að vera saman í hóp. Já. Og ef þeir ná Sigurður Tómas auðvitað niður, þá þarf hann eiginlega bara að vera svolítið tilbúinn að hoppa inn í hópinn. Nú sjáum við það sko, þeir eru það margir. Þessir, nú eru þeir nánast bara að kósta. Þeir eru bara að nýta sér draftið og það er alltaf, þú ert alltaf að fara hraðar í gegnum hópinn og í draftinu. Massin heldur hraðanum miklu meira heldur en sá sem er sóló. Komin í 85 og hvað ætli hann sé að fara hratt hann fremst ef þú smellir á hann? 3 sekúndur á hann sko. Já, sjáu, það munar 10 km hraða. Já, hann er reyndar helviti fljótur niður í púlstrengur, komin í 170 bara. Gott recovery. Gott í þessu. Það er ekki hörku formið strákurinn. Já. Hann hefur kannski bara verið að kveikja á löppunum hann. Geti verið. Það verið bara opener effort. Já. Bara sjá hverju fylgja og hverju Þannig að séu hópinn koma. Og hann þarf hann að vera tilbúinn. Já, þetta geti verið hættulegt maður. Úff, sjáu þið. Jæja. Það gæti svo sem ekki verið á betri stað. Einmitt. Þetta er úthugsað. Nú þarf hann aðeins að stökkva til að gera sér aftur inn í hópinn, en við fyrir beint í brekkur. Það er ekki sem sé ykkur flati. Strákurinn er heldur gluraði, þannig að það er ekkert, það situr ekkert eftir að koma í brekkuna, sko. Nei, nú erum við sérst að fara í lengstu brekkuna í þessari braut. Hún byrjar rauninni á bara þessum þráðbeina vegg. Það sem að meðalhallinn er það bil 10% held ég. Já. Og þetta er svona, veggur þarna upp hálfa leið, svo kemur smá flati áður en þeir fara í svona switchback stemningu. Já. Og slöngustuð. Slöngu spil hálfgert, sko. Hvað menn að hanga í 400 kíló, sem er helviti vel í lagt, sko. Við varum að kíkja aðeins á hvað er að gerast þarna aftar í keppninni. Við fylgjumst bara vel með powertölum hjá fremsta hóp. Þarna koma einhverjir 2. Þannig kemur Maxson á 80. Já, hann líður vel 80, þannig að sagt það. Þar er hann rólegastur, sko. Já. Hann er náttúrulega trukkinn. Strákar mynda 12. til 15. sæti. Er þetta hópur 2 á gödunni? Nei, ég held að það sé... Þú sagði Elías er komið til þér eitthvað, þannig að Elías Björgvin, Maxson og Björn Þór. Það er svolítið erfitt að horfa á þessa töflu hægra meginn út af því að hún fer í smá rugl þegar að mætast. Svo er ég er aðeins búinn að vera að vinna í skjölunum, sko. Ég er alveg bara svona, það er ekki sama regla á, sko. Sumir hafa, tindur eða té og svo flokkunum fyrir aftan og aðrir hafa flokkinn fyrir framann og ruggla mig svolítið. Já. Þetta er kannski að setja út skýrari leikreglur. Stöðlun. Já, þetta þarf alltaf að vera staðlað, sko. Það lítur að vera eitthvað staðlað á því ári sem við tekið þetta fyrir. Við setjum bara út, fyrir í skipulagshóp. Þarna er... Svolítið var að tegjast á fyrsta hóp, Já, hver er að keyra þetta áfram? Palli þarna með upphandlisraðanum sína, hann er örlítið að... Já. Það stýtti eftir. Reimar er þar undan, Jón Arnar er hanna og við sjáum ekki eins og Sigurður Tómas. Hann er hérna fremst Pétur Jökull. Pétur Jökull er að hann er að negla. með læti. Já. Hann er svo sem honum líkt. Já, hann er ekki þekktur fyrir neitt annað. Alvöru hjólari. Hann er svona líka einn af þeim sem getur sagt brandara, sko, meðan hann er... Í efstinu? Já. Þannig að hann er mögulega bara sækað út. Ég held það. Hann laumar inn á góðum, þegar menn hlæja þá keyrir hann í burtu. En nú eru þeir komin tveir. Þetta er bara að fara að líta út eins og klassísk tinsæfing. Einmitt. Vel teygt á ofnum. Engin regla með einu. En samt nú Sigurður Tómas í S-inu sinni þannig, þá hann sé ekki tindari, sko. Já, það er einhver lætt að hann með maðinu. Hann sigla upp á að sliði 500 kíló. Sko, ef þú ert alin upp í morgunvaktinni, þá ertu alltaf klár, sko. Já, það er rétt. Það er góð punktur. Þetta er augljóslega góð gen þarna. Ég er bara að fara að sjá þetta á félagsskrá. Bara ungliðastarf og... Já, svolítið. Já, bara á fjárlögum. Þeir eru konum með 8 sekúndur á þetta er alveg gap, sko. Nú erum við nú þegar búin að klifra hellingar, við erum samt bara búin með kannski 1/3 af hækkuninni. Já. Þannig að þetta er svona meir og minna bara upp það sem eftir er. Einmitt. En eins og við sáum í kvennakeppninni að þrátt fyrir að
að þetta segja nú ákveðna sögu svona framan af að þá er það eiginlega bara í síðustu brekkunni sem að hlutirnir gætu farið algjörlega á annan veg en Úr böndunum, já. Það getur allt breyst ennþá, sko, þó að menn sé konum. Þið sjá það að þetta eru tveir úr aðna, Sigurður Tómas og Pétur Jökull. Svo Jón Arnar fremstur með jafninga í B. Hann að keyra svolítið bara sína keppni kannski. þétt frá sínum mönnum, sko. Þannig að brást aðeins Bogalistinn í skiptingu. Já, hann Jón Arnar. Stórglæslegur eins og alltaf. Og það þá bara Reimar í B sem næstu eftir og Arnar Gauti. Já, þeir koma þarna allir á eftir honum. Þannig að þeir með ekki láta hann sleppa í burtu, sko. Nei. Við vitum nú hvernig Jón Arnar þegar hann vinnur eitthvað, sko. Það alveg... Það enda að tala um að hann vann einhver pílukeppni á 97. Já, manstu eftir því? Já, alveg bara. Það ótrúlegur. Guffi þarna, sko Guffi og Kiddi þá bara eins og eru þeir að berja svolítið þriðarsæti. Guffi á stálinu. Enda með sko bara stál frá mitt og niður úr, ef við teljum lærin með. Já. Með vasa fulla af kúdósum líka. Já. Þetta svona ákveðin vinsældakeppni líka og sérðu alveg hver vinsælastur í peltóninu. Það mönnum liði betur þegar það verið að... Hefur þetta áhrif á þyngd samt, vitið þið það? Þú ekki fara með það. Nei. En það væri kannski Það þú bætir upp með bara stærri egóm. Er það ekki? Já, Sigurður og Pétur, þeir eru fremstir núna í karlakeppni A og eru búin að gappa hópinn töluvert. Það eru heilar 20 sekúndur niður í Jón Arnar sem fyrstur í B og þriði í heildarkeppni. Og þannig eru þeir að koma inn í switchback-partinn. Já. Sem er mjög skemmtilegur. Hvað gott íslenskt orð yfir switchbacka? Ragnar var nú alveg að tönglast á einhverju áðan. Já, hvað tönglum? Snáka... Slöngurspil? Nei, þú varst með hann að snáka eitthvað. Snákaseremonía. Snákast þarna upp, sagðirðu. Snákast þarna upp, já. Þeir eru svo svolítið þeir eru ekki sníklast, þeir eru að snákast. Já. Upp þetta klifur. Þetta var í boði Ragnars, þessi útskýring. Þú varst talað um svona hárnálarbeyggjur, en í rauninni Þetta rosalega það eiginlega ekkert að kalla þær hárnálar út af því að þær eru svolítið breiðar þessar beygjur. Já. Það er switchbacks og hairpins. Einmitt, já, á mannamáli. Já. Þeir eru þarna tveir saman, það er tvekja svona gap, en það er ekki langt á veginum, sko. Hann er næstu því að Andón í hálsmáli á honum. Já. Hann er alveg bara með húu, sko. Ekki hjálm. Nei. Það er djúvulinn staffari. Já. Það er líka ekki húa á hann að hundinum í vasanum. Mér sýnist það. Já. Hvað sem þetta er? Hann er kannski ekki úr súkkulaði, hann ætlar ekki byrjaðar að... Bráðna. Nei. Hann er ekki kleinurhingja treyju, þetta er svona... Já, það er ákveðnar yfirlýsingar þarna. Heyrðu, þarna sjáum við Kristinn og Jón búnir að setja þarna 10 sekúndur á Guffa. Já, það þýðir að Kiddi er sko að distansa Guffa svolítið í pódiumsæti í A-keppni. Já. Það er mjög sterkt hjá manni, því eins og öll villum þá er Guffi geit. Já. Hann er algjör klifugeit. Fjallageit. Einmitt. Það er mikið eftir. Það er mikið eftir. Og Jón Arnar er fremstur í B, Reimar þar eftir, það ekki? Jú. Það eru 20 sekúndur þar, 20 sekúndur aðrar niður í Gauta. En það er áfram, við vitum hvað þetta er fljótt að breytast í sérstaklega hallanum sem þeir eiga eftir. Já. Það er í rauninni sko, það sem er héðan í frá í keppninni það er meiri halli heldur en var áður. Þannig að þá getur spila meira inn í ef menn eiga eitthvað eftir, sko. Einmitt. Við erum að detta núna í hálftíma á eftirstigi. Þá fara líka eins og litur að kikka inn bara. Mjólkursýran og þreytan og hvernig svafstu og hvernig karboblótaðir eru. Hvaða partíi varstu í gær? Svona tala ekki um það. Hvaða partíi ertu í ennþá? Já. En ef við skoðum aftur frontinn á karlakeppni A, þá er Sigurður komið 7 sekúndur núna á Pétur Jökull. Þetta er ákveðið statement. Algjörlega. Hann er búinn að gera mjög þétt og hann er sko að sjá það að hann var í 190 slegum á hann. Hann er bara að dóla sinni í 180 núna. Dekúplingið er alltaf gott hjá hann. Já, kveikt á viftur. Já, hann kveikt á viftunni eftir fyrstu keysluna sína. Já, hann er standandi núna augljóslega, 50-60 RPM. En sjáu það, hann er bara steady á 4-5 bara... Það er mitt. Enda bara eykst bilið hægt og bítandi. Fallegt skot. Þetta eru fallega myndir. Nú sjáum við grenitré. Já, það er að keyra upp í snæfi þekktan tindinn.
ótrúlega senur. En svo það spurning sko, ef þú ert að gappa svona snemma, þú veist, ertu á réttum tíma að gera þetta, nærðu nógu stóru gappi ef eitthvað klikkar. Þetta kostar eldspýtur sko. Já. Pakkin er bara, pakkin er ekki endalaust. Þetta sjáum við Kitta og Jónar svolítið vera að Kitta. Já, þeir eru að bæta í billið á Guffa. En ég ætla ekki að afskrifa hann, aldrei. Nei, menn gera það bara á veginn áhættur. Gera það bara einu sinni, eins og maður segir. Nákvæmlega. Já, og svo kemur Reimar þarna og Arnar Gauti. Arnar Gauti er örugglega ekki sáttur við að kemur ekki hlýðin á Reimari núna. Nei. Já, það er ekki oft sem maður getur sagt þetta svona í miðri götuhjólakeppni, en staðan basically er þannig, já. Í fyrsta sæti, currently, eru við með Sigurður Tómas, já. Pétur Jökull annar og svo er hann Kitti í því þriða. Svo leiðir Jón Askar B-keppni kalla. Hann er hér. Þessi heitir, hvað segirðu? Reimar, já. Já, Remco, þessu sem við kallum. Já, Aero Bullet. Og svo Arnar Gauti þriði. En það er þessi, keppnin er bara, þetta er bara klifur, þannig að það er nokkuð augljóst að sjá hvar menn standa. Þetta er lítið að fara að hópast úr þessu. Það er þessi, eins og við sáum áðan, það er einhver falskur flataðan upp á topp, en það eru mikið brekkum og kíkrum, þannig að það er ólíklegt að sé að fara að koma saman einhverja hópar. En ég held að sko Jón og Kitti séu nú farin að sækja verulega á Pétur Jökull. Já, það er málið. Þeir eru 15 sekundum eftir honum cirka. Svo er hann Þröstur Alberts, hann er hérna í samkeppni við Gauta þriðja sætið. Já. Það er hérna þinn maður á flatlendinu, Þröstur. Já, það er minn maður hérna frá Selfossi. Þannig kannski notar svolítið vindinn sem sína brekkur. Í rauninni. Í sínu æfingarprogrammi. Í rauninni er hann eiginlega betur undirbúinn en þeir sem fara til Spánar til dæmis. Já, akkurat. Það er ekki með að hann tekur einmitt út á landinu höfn. Já, nákvæmlega. Þannig að það er bara gaman að sjá. Það eru konar 20 sekundur, dætti 20 sekundur í strákinn frá Pétri. Hann er bara steady pace hana, fremst. Það er sjaldan liðið betur. Ætli pappan sé að segja honum aðeins hvernig hann á að vera að gera þetta? Það er rétt alveg gél og hérna, það er að gera það áfram. Já. Þú ferð ekki undir 4,5. Ok, let's go. Það eru 15 sekundur í Jón og Kitta. Já, nú er Pétur komin í vörn aftur. Hann var að reyna að hanga í Sigurði. Já. Og nú er bara að fara að stytta spilið niður og það er maðurinn sem er bara að reyna að taka honum second steppið á pódíuminu. Sko. Þannig að hérna... Nú þarf maður að taka svolítið ákvörðun, sko. Ætla ég að keyra áfram og vona bara að allir séu að áfram í tölvunni. Allir séu að söffura svipað. Eða ætla ég bara að hingra smá, slaka hans á og reyna að fara með þeim. Gefa sér smá kannski bríðar, fá þessar 10 sekundur eða hvað sem er og hérna aðeins að hrista lappirnar og... Sko það er það sem ég myndi gera. Góða í búkinn. Já. Ef ég væri Pétur Jökull. Jón Óskar og Kitti geta unnið svolítið saman líka. Þeir eru komast upp á topp hérna því að það eru svona rúlandi brekkur. Já, það eru smá gein í því að hanga aðeins í dráttunni í örlitastund og slaka sér. Já. En við erum að klára núna næst síðasta klifrið og eftir það tekum við svona smá rúlandi kafli og stuttur áður við förum í lokaklifrið upp að útvarpsturninum. Einmitt. Já. Einum títt nefnda og Útvarp Trölli. Útvarp Trölli. Já, þú þekkir það nú? Já, þetta er að norðan. Já. Þetta er víst ekki tekið upp þar sko. Nei. Þetta er heimfært bara. Smá sjátátt á fjallabyggð. Einmitt. Sigurður Tómas fyrstur upp á topp. Komið sko með 30 sekundur að Pétur Jökull. Já. Hann lítur bara virkilega vel út. Hann er ennþá held ég að nefanda, eins og menn voru að rofsama hérna á hann. Já, hann hefur hlustað á... Já, hann hefur verið að tjúna inn. Já. Menn taka mark á því sem ég segi. Einhverju stundum. Á eina ábyrgð. Hann er með Aero í gangi, þannig hann ætlar bara að auka bilið eins og hann getur. Það er frábært múið að gera hana. Ég er nokkuð vissum að þegar hann er komin hana, þeir fá power-up þarna, svo fá þeir held ég annað power-up þegar þeir fara sko undir bannerinn áður en að taka vinstri-beina. Þannig að hann gæti ennþá fengið sko 1.4. Já. Ég er nokkuð vissum.
Heyrðu, það alveg að detta í 10 sekúndur. Þetta búið að koma þess niður, þannig að Og Guffi og Reimar eru þá... Þeir eru svona Já, Reimar að sækja á Guffa. Það sigla á hann, sko. Já. Reimar bara í þægilegum 400 vöttum alveg. Já. Rosaleg, mullingsvel. Ég held að sé mögulega súpaveinu með espresso bara með hann. Já, svoleiðis. Já. Einmitt. Það væri gott að skella þessu á koffinu fyrir mastrið, sko. Já. Koma saman upp. Og þannig græðir Reimar á því að komast í drafti á Guffa, sko. Algjörlega. Þarna getur hann bara settlað sig aðeins. Aðeins ná andanum, klára bollan sinn. En það samt ekki langt í Jón Arnar. Nei, það nefnilega málið. Svo erum við með hérna Arnar Gauta og Þröst. Þröst, já. Þeir eru í baráttu þriðja sætið í flokki B. Einmitt, já. Parlega síðan 30 sekúndum að þetta þá. Já. Sigurður er komin í grafningin. Það séu hann í vasana. Komin í rúðunar, fullan vasa af þumlum. Að smetla sér í 40 sekúndna gap. Akkurat. En við einmitt hvetja alla Swift-hjólara landsins til þess að hjóla grafningin í sumar. Akkurat. Fá þessa tilfinningu svolítið bara í raunheimum. Já, algjörlega. Þannig að hann keyrir þess að hann færi þannig smá kicker, svo tekur hann þessa aflíðandi hægri beygju, rúlar örlítið niður og svo kemur eitthvað smá stutt þétt, svona ekkert alltaf brött keisla. Þangað til hann fer upp í gegnum undir eitt banner, svo tekur hann vinstri beygju, þá tekur við síðasta keislan sem þetta margar rómaða útvarsmastur. Einmitt. Sem mjög bratt. Já, og þar hægt að stytta gapið mjög hratt. Það kemur hratt niður, svo ég sá það áðan. En Pétur virðist vera alveg að lúðra aðeins út, hann kominn með 20 sekúndur. Sterkur í rúlunum, sko. 10 sekúndur sem hann hefur þessi rúlör-týpa sem maður myndi kalla í pelotóninu, sko. Já. En það ennþá 25 sekúndur á milli Reimars og Jóns. Já, þeir eru eiginlega bara negla, sko. Og Guffi, hann á ennþá séns á pódium, þú veist, ef þeir ná þeim. Hann í... Já, þeir sigla upp í Gitta og Gitta og Jónardar. Það ennþá í rauninni alveg óráðinn pallurinn í báðum keppnum. Já. Mjög. Það svona áhugavert sem gerist í svona blönduðum störtum eða blönduðum keyslum að þeir menn enda svona saman úr sitthvorum flokknum og þeir báðir græða á því. Það breytir aðeins, þú veist. Já, þeir eru ekki að keppa við hvern annan, þeir eru Þeir í rauninni getur hjálpast að ná góðum árangri. Einmitt. Gera þetta saman. Það oft bara hugljúft og gott og þetta er mikið sem græða. Herri, já, við viljum þakka Finni Ragnarsinni kærlega fyrir að þið getið öll heyrt í okkur. Það sem við höfum að segja. Við sem það ekki. Þannig að, já. Við þökkum honum, en það ekki með ykkur. Þið hafið það bara sem þið viljið. Það sérlegur hljóðmaður þessar útsendingar. Já. Sem á fleiri útsendinga. Það er margar rómaður í þeim bransa. Og ef ykkur vantar hljóðmann í hinn ýmsu verkefni, þá bara... hann mögulega upptekinn. Já, ok. Í öðrum verkefnum. Það er alltaf kannski að heyra í honum og... Já. Og bara hrósa honum, sko. Það hefur verið gaman að sjá hann með í dag, en Svo það annað, hann náttúrulega svalur hjólari. Já. Ég veit ekki hversu ofta hann fór með mig bara. Hann sagði, Jón, förum út að hjóla. Svo tók hann bara stefnuna eitthvert út úr bænum. Já. Og svo svona síðustu 2 tímarnir var hann svona, jæja, Jón, þetta fer alveg að vera búið. Áfram. Bara með því vasann. Ég bara bonkaði hvert einasta sinn sem ég fór með honum í hjóla. Gjörgæslu. Já. Hann er rosalega lest. Já, hvernig mann finnur tempo. Hann er á tempóinu sínu getur verið allan daginn og það er helvítið hátt tempo. Jæja, talandi hátt tempo, 5 watt per kíló. Þannig að hann keyra upp að síðasta stallinn, hann ennþá eftir svona bröttustu keyslunni í þessari braut, þessari keppni. Já. Hann er að koma hérna í mjög aflíðandi vinstri beygja sem hann fær bannerinn, tekur á mótunum og sem er endurinn á þessu Stala Epic K1-segmenti, sjáum við það, koma fyrir hátnið. En þá þýðir ekkert að lyfta upp höndum og slaka, því að það er síðasta keyslan ennþá eftir. Sem upp á masterinn, sem
stutt en jafnframt brattasta geislabrautarinnar. Svolítið magnað að hann er að koma með bara svipa gap inn í þessa loka brekku eins og hún Guðrún. Einmitt. Þó við sáum það gap styttast þó það hefði ekki lokast, en það styttist. Já, í geitina. Geitin hún tekur á mótunum, gate á móti gate. Það er engilega að sjá ekki þessa geit, sko. Real recognizes real þarna. Já. Og nú er spurning hvað Pétur Jökull á inni. Einmitt. Á hann einn auka gír fyrir síðustu geislana. Hann er búinn að halda gapinu svipuðu tilbaka til Jón Árnars og Kidda. Leiðu hann kemur, ég reikna með hann þegar kemur í þessa vinstri beygju og upp í brekkuna og sér hann bara í stjörnunum næsta manni, þannig að hann getur svona fær smá gulrót. Þannig að á beigjunni, jú. Jú. Það er nú komið fyrir að menn hafi siglt í strand glemt beygjum, já. Það kemur frá bestu bæðum. Þannig að sjá það er bara salibuna og svo beinustu leið. Í hvað erum við að tala um? 13%. 13% sér hann á inni fjörina. Já. Hann er búinn að vera bæði heppinn og taktískur með power-upsinu. Já. Hann er eiginlega búinn að spila þessi keppni bara upp á 10. Já, eiginlega þetta að segja það. Þetta svona, maður sá fljótt að hann var líklegur. Lagði línurnar. Hann lagði línurnar, sko. Sögðar upp. Já, við skulum sjá, hann verðist bara vera að halda fínu poweri þarna. Bara samastett í pace og í hinum klírunum. Já, og nú náttúrulega þessi brekka það brött og þetta er bara vött per kíló keppni. Já. Það er ekkert absolutt power skiptum hann annað, þannig að hann er í rauninu bara að horfa á vött per kíló á Pétur Ratasvík. Og ræður bara hvort hann stillir sinna það eða hvort hann hérna. Þannig byrjar Pétur. Veit hann er búinn að bíða spenntur eftir þessum kafla, sko. Einmitt. Þannig að kemur hann heldur svolítið í sitt element, sko, við sjáum það, hann lúrar í 500 vött til að halda kyrslinu, að halda hraðanum inn í brekkuna. Já. Það er mjög sterkt, sko. Og núna munum við líka fylgjast alltaf vel með þessum tveimur hópum af tveimur sem komum hann fyrir aftan. 2 pör. 2 pör. Alveg, hálfrétt. Það eru Jón Árni þarna á Kiddi sem eru, Jón Árni er aðeins að leiða bíkeppnina. Kiddi er að bæði halda pódiumspottinu sínu og mögulega ef Pétur klárar sig þá þarf Kiddi að vera tilbúinn að snatsa hann upp og hrifsa á hann annarsætið. Það er bara svoleiðis. Og svo eru Reimar og Guffi þar á eftir sem er nú ekki síðra par. Einmitt. Á klíðurum. Þeir eru bara að fara að rúlla og þá náttúrulega sjá þeir bara strax í strákana. Einmitt. En hann slæðir ekki feilpúst. Strákurinn? Nei. Það er ekki að sjá að þetta sé að býta hann mikið. Nei. Sem er eiginlega ákveðin skelving. Hann tekur pressuna bara og snýtir henni. Já, hann heldur bara sama gappi. Fer aldrei niður fyrir Pétur í vöttum í rauninni. Eða í vött per kíló, segja. Það sjáum við Jón Arnar. Hann er svona að gera smá gapp og Kidda. Og svo sjáum við bara hann fyrir aftan. Þá sjáum við í Reimar. Einmitt, við sjáum hann bara neður í brekkunni. Já. Svo Jón Arnar, hann er 95 katins. Hann er bara að spinna upp 13%. Já. Hann hefur verið að græja gíruninn í gærkvöldi. Hann er vel gíraður strákurinn. Þeir eru með samt 40 sekundur á Reimar og Guffa. Það getur nú komið niður í þessari brekku eins og við séð. Já. Það er spurning einmitt sem Pétur. Hvað hann er svona headspace-lega að segja. Svo að mann var droppaður lítið undir 4 per kíló. Já. Það má nú ekki gera það lengi. Nei. Kiddi er þarna stutt í að fara að anda ofan í hálsmæla á honum. Einmitt. Nú er þetta bara spurning að mattsa, sko. Já. Nú er þetta hausinn, sko. Við vitum alveg að lungun og lappirnar eru farin þarna, sko. Það er... Nú þurfa menn að fara í hellinn. Það er engin lungu eða lappir farin hann hjá okkar manni fremst. Nei, hann er bara að gefa í eitthvað. Það er bara svona gradual effort hann upp. Ég ætla ekki að segja þessi þægilegur, en hann er helvíti hraður. En við sjáum að Jón og Kiddi eru að sækja á Pétur aðeins. Einmitt. Þetta er komið niður úr 40 niður í 33 ár. Já. En það er smá spotti eftir. Það er það. Og Jón hann er bara að fara, sýnist mér. Gott ef hann er ekki 100 katins þannig bara svo þvottavel upp þessa brekku. Sérðu þannig? Bara vinding. Bara vinding. Já. Það er rosalega. Ég hef ekki séð það.
Ekki sem að Froome var og hétt. Það er enginn að labba í þessari keppni. Gangi í hægðu sínum. Mínúta, hann er komið mínútu niður á Pétur. Hann er búinn að bara auka gappið eins og það er engin sem morgundagurinn. Það er svona, það er skipt gír bara þegar það voru svona 20% eftir þessu klifri og hann auk bara... Já, hann bara þessi stað það er nóg inni. Bara geggjað. 300 og, hann er slegið 350 vett hérna, eins og Pétur. Það er bara verið að halda 5 vettum með kíló. Það er 26 sekundur hann frá Péturi niður í Jónuskar. Já, þetta er rosalega framistæða. Kláraði þessi keppni með mínútu gappi, rétt rúmlega. Trúlega framistæða. Hann bara hérna örfáa metra upp á topp. Þá getur hann bara siglt inn í markið. Hann fær með sér smá tíma bara til að njóta og með þetta ekkert allt saman, sko. Hann klárar sterkt, líkt og konur á honum. Já, það kemur þetta adrenalin kick, sko, sem að keyrir Já. fólk hérna yfir þessi brúna. Ótrúlega framistæða. Glæsileg keppni hjá Sigurði Tómas. Hann er fyrstur í flokki A í þessu öðru byggamóti ársins í Swift. Mínútu fyrir aftan hann er hann Pétur Jökull að sigla öðru sæti heim. Það eru tæpar 30 sekundur aftur í hann Kidda sem er hér með Jón Arnari og þar er Jón Arnar að leiða keppni karla í B. Hvernig er, sko, nú er B er Jón Arnar fyrsta eins og þetta er núna á götunni, Reimar er í þriðja, svo er, sko, nei, öðru, svo er spurningu þriðasæti með, sko, milli Þrastar og Gauta, er þeir ekki? Já, er ekki Þröstur aðeins búinn að setja á hann? Það eru hérna einhverja 13 sekundur. Jú, það er rétt. Það er ennþá, hérna, síðasta pallsætið er óráðið í B, sko. Það getur breyst. Sjáum við Johnny, 5,9 vött. Þetta er ekki gefið, sko. Nei, hann er orðinn svangur að drífa þetta af. Já, það klárar sér að koma sér í bara guldan. Hér siglir Pétur Jökull, annar yfirlínuna í flokki A. Frábær keppni. Það er sko að brekkan var ekki mikið lengri því að Jón var kominn niður í 17 sekundur á. Ótrúlega kameruvinna. Þetta er bara glæsilegt, þetta er eins og Eurovision. Það er Jón Arnar Óskarsson, önnur keppni í röð sem að hann vinnur. Já, hann er að taka þetta og snýta þessu. Gera þessa B-seríu að sinni. Já. Og svo er það þá Kitty sem er að koma í pódium. Já. Þriðja sæti. Þriðja sæti, glæsilega. Virkilega vel gert. Og svo er Guffi og Reimar. Guffi með smá gapp á Reimar, kemur ekki sök. Reimar mun þá líklegast koma hann inn í öðru sæti. Öðru sæti B, einmitt. Já, eflaust. Hann er með alveg mínútu á hann. Á Þröst. Þröst, já. En ef við skutlum okkur aðeins á Arnar Gauta, hann sér þarna Hann sér í pallsætið. Hann sér í pallsæti, sko. 13 sekundur. Það er spurning hvort hann eigi auka 50 vött sem hann getur bara... Hann á alltaf eitthvað inn. Er það ekki? Jú, við vitum það. Hann hefur nú farið illa með mann og annan Já, á göttum borgarinnar. gegnum tíðina. Það er ótrúlega stutt á milli manna. 12 sekundur. Þetta er Guffi, hann er að koma hérna í mark. Einmitt fjórðasæti A, eða ekki? Jú. Fjórðasæti A, þannig að Reimar er næstur yfir línuna eins og staðan er. Það er silfrið í B. Silfur í B. Frábær áður. Svo er bara spurning. Á Arnar Gauti eitthvað loka kikk eftir? Nú vil ég sjá hann standa upp á beiglastellið, sko. Já, ég held að þessi bara nýtt stell á mándaginn. Já. Hann byrjaði keppninu í gulu. Hann virðist alltaf enda hana í gulu líka. En býtum við nú við, nú er 11 sekundur, þetta er... Já, Þröstur er farin að bæta aðeins í, hann ætlar ekki að missa þetta úr... Þetta er Suðurlands seglan. Ég myndi segja það, sko. Já, menn eru alveg komnir í útsláttina, sko.
Ég held að menn sjá bara svart þarna sko. Ég er ekki eins og vissum að Gauti sjá á skjáinn sko. Hann notar ekki skjá. Djúpt í afstæðinu. Já, það er svoleiðis. Já. Þetta lesa upp fyrir hann bara. Hann hlustar. Spurning hvað þau erum að heyra í Sigurði Tómasi Já, þegar ég var svona... úrslit í flokki B eru ráðin. Jón er að fletta í símaskránni. Ég var eitthvað að reyna að finna manninn. Já. Ætla hann sé skráður í síma... Ertu með símaskrána hérna? Mér sýnist Þröstur ætla að sigla þriðastur heim. Virkilega vel gert. Ótrúlega flottur árangur. Flottur dagur. Þetta er trillbraut að klára. Já. Það er ekkert verið að kósta þessari braut. Nei. Hvað er Árni Már hann alltaf í pakkinni? Mistu við bara á honum? Hann hefur kannski bara, já, góðkunning. Hann hefur kannski verið að lenda í svipu og Natalía alltaf á þeim. Sáum hann ekki halva keppnina og svo poppar hann upp í baráttunum þriðasæti? Já. Þegar maður vissum svona alveg með allt niður á. Sem er ekki ólíklegt. Magsson hann er að sigla á eftir. Þeir eru að keyra hérna, Gauti var að klára. Palli er að klára brekkuna sína. Þið séu að þeir eru að klára sterkt. Já. Ég verðist ekki finna manninn neins staðar. Á öldum mjög lokal. Er hann ekki... Ef einhver geti sendt mér símanúmer eða... Kannski fara hann, ef hann er að hlusta. En byrju, ég held að ég sé komið lausnum á þessu. Ekki það að fóreldrar eru að gefa börn símanúmer hérna? Eða símanúmer barnanna hérna, er það ekki? Já, hérna. Palli kemur yfir. Það er rópa. Mjög flottur dagur í honum. Það er allt gefið í þetta. Magsson. Oft glæsilegur en sjaldan verið glæsilegri. Hann er enda ekkert eðlilega glæsilegur. Horfðu aðeins á þetta. Takið þetta aðeins inn. Þetta er svakalegt. Hann er ekki að anda niður í maga, það er alveg ljóst. Já, Þröstur á leiðinu upp. Nei, ég meina niður. Þannig kemur Palli, einn skemmtilegasti maður sem ég þekki. Já, þetta er enda Pétur Anna. Já, Pétur, fyrir ekki. Hann er líka einn skemmtilegasti maður sem ég þekki. Skemmtilegur enga sigur. Já. Það er alveg svona hvað menn eru að klára. Það hefur allt verið gefið alls staðar í þetta. Þessi braut er bara þannig að það er ekki fara. Menn félur sig hvergi. Nei. Það er bara... Hvernig gengur að ná á honum, Sigurður Tómas? Er hann bara að andast? Hann hlýtur að vera kominn beint á Instagram að posta einhverju þetta. Í trúinu og gjöru. Sponsati líka Já. grimmir og það sko. Þú var að prófa Jónarnar að við verum að bíða. Já, er það ekki bara? Hann er hér. Finnum við nú... Þetta hlýtur að vera hann. Já, hringjum bara. Hringjum bara. Hæ. Góðan daginn, Jónarnar. Hvað segirðu? Þú búinn á andanum? Það er svona sæmilega. Sæmilega. Þetta er ekki að góði. Hvernig laðist þessi keppni og þessi brauti í dag? Það er bara stuð. Já, bara stuð. Það byrjaði óvinni rólega með að sýft keppni að vera. Já, Það er svoleiðis. það er sem svo allir hafa verið að bíða eftir ykkur. Já, það er að bíða eftir einhverju, veit ekki hverju. Já, laður upp með einhverja taktík í dag eða bara hjóla hratt? Nei, það er bara hjóla. Já. Hanga í fremstu mönnum bara, hvernig það væri. Jú, svo Eitthvað skilja flott það sem ekki. er. Nú ertu búinn að vinna báðar keppnir ársins í B. Já, Þú að vera með næstu helgi? já, það verðum ekki að gera það. Jú, næstu helgi er Það einmitt. er ekki aldrei einhverju bíð. Ef að færa hann upp, strákar. Við fáum ekkert að dæmi um það. En Og mótstjórinn er náttúrulega bara öðru landi á fyllir í. Menn verður ekki færið upp í þessu. já, akkurat. Það áttur að velja braut fyrir næstu viku. Við þurfum kannski að fara að kíkja aðeins á það. En hvað ert þú svona að stefna á? Það er spurning hvort að morgun áttu að vera bara með lið í sumar. Já, Já, það er frábært punktur. akkurat. Ég held að það sé óumflýjanlegt úr þessu. Já, Bara allt vel þetta. Já, aldrei tvönd aukstar.
Norrbólum eða eitthvað. Af þessari juicy keppnisdagskrá sem er í boði fyrir okkur hérna í sumar, hverju ertu mestu spenntur fyrir? Ég veit það ekki, ég ætlaði bara að reyna að mæta eins og maður getur, sko. Já, ekki... XCM-keppnin er alltaf skemmtilegust, sko. Þetta maður að æfa ekkert fyrir hana, og alltaf skemmtilegt í keppnin. Já. Einmitt. Verður þín A-keppni, XCM? Já, trúlega. Herru, já, við ætlum ekki að halda þér neitt mikið lengur nema þú hafur eitthvað loka orð. Já. Eitthvað svona að segja þetta á þetta? Nei, svo ekki. Viltu ekki plugga neinu? Takk fyrir mig. Já. Góða Takk fyrir afslátt, mig, já. þetta er stuð, sko, skemmtilegt. Takk fyrir okkur, takk fyrir þessa sýningu. Já. Herru, takk fyrir spjallið. Já. Við sjáum það næsta gangi. Já. Að sjá hvort að það sé eitthvað hægt að fá, hérna... Herri, ég er komin með síman hjá honum Sigurði Tómasi. Já, reynum hann. Það ekki? Jú. Þessi heimagjöru skilti eru kannski ekki alveg nú fljótur að breyta þau. Jú, maður sjá. Sigurður, Tómas, hennar. Við ætlum að heyri í kauða. Heyri kauða, já. Kannski farin út að hjóla bara. Það er stemning hjá kallinn. Þetta er beint á skúrnum. Já, sæll og blessaður, velkomin í stúdíóið. Hérna, fyrsta spurning, hvað er eiginlega max púlsöður? Max púlsur 202, náðu í bara fyrir teimingum eða eitthvað. Úff. Þannig að þú varst bara slagur í dag. 190 max. Já, það er erfitt þegar þegar maður er búinn að vera í þrösting svona lengi, þá á maður ekki inn í sprettinum, sko. Þessi max röst, svo síðustu mínúta var ég gaf allt sem ég gat og ég náði ekki að steikja 500, þannig að. Já, nei, þetta var rosalega keppni hjá þér. Hvað var eiginlega planið? Planið var eiginlega bara að byrja hart. Ég vissi að það voru litla brekkur í byrjun, bara negla þær þannig að fólk væri þreytt þegar það kæmi löngu brekkurnar. Þannig að ég er aðeins léttari rest og þá veit ég að þrefnandi mitt er í vettum að kíló frekar hátt. Þess með við þá, þannig að ég geti haldið því út og vonandi voru þeir þá stungir. Þetta virðist virka vel hjá þér í dag. Menn sá ekki mikið að þér. Þetta var ógeðslega erfitt, ég get sagt það. Þetta var ekki erfitt. Þetta var mjög erfitt. Já, hérna, hvernig er það? Notar þú Swift mikið í þínum æfingum? Já, ég nota Swift svolítið mikið. En gallinn við það er að það fá maður svo marga kílómetra. Það er aðeins, það fyndið þegar maður hjóla kannski 120 km Swift og svo fer maður út og það er 80. Þannig að ég sjálf 2 nota ég, en í interiorinn finnst mér best bara að vera með Garmin-tækið og sjá vettin og þannig að, en annars nota ég Swift mjög mikið, sko. Já, hvað gerur þú að opna Swift? Ferðu í einhver event eða einhverja leiðir eða hvað veistu gaman að gera? Ég er vanlega bara með æfingar og training peaks sem að það færast beint yfir. Og þá tek ég bara allt, trainerinn heima, ég er í Vexport núna, það er massa stemning hérna. Já, geðveikt. En vanlega heima þá get ég bara með ERGA og það er ekki pæl í þessu, það bara sker ég það sem að gera. já. Eru þið mörg núna í Export? Já, það er heldur mörg, við vorum allavega 3 að keppa, Ok. svo erum við auka 3 og kannski 6-8. Geðveikt. Frábært. Það er vonandi að fólk sjáu hvað þetta var þægilegt og skemmtilegt og verði þá með næstu helgi. Já, vonandi. Það var alveg trist að sjá meiri, það væri gaman að fá fleiri. Þú ert vantarlega locked inn í næstu viku, eða ekki? Það er næstu keppni? Jú, ég er locked inn. Já, Það er nákvæmlega. líka margir mjög sterkir í B þegar þú komið í A. Það er enda ágætispunktur Og það líka. var margir sem voru bara helvítið sterkir og það er rétt að droppa þeim í B, þannig að þeir ættu bara að vera í A. Það er nákvæmlega. mínum mati. Þið taka það til sín sem eiga það. Já, einmitt. við skulum skila þér. Já. Hvað greinir þú að fókusa á svona í sumar? Er einhver ákveðin eða? Já, mér langar svolítið vel á blötuhjólöðinu. En svo átti ég fyrst fjallahjól og finnst óslega gaman að fjallahjólið, þannig að XC og allt það var líka mjög gaman. Eiginlega bara allt nema enduro og downhill. Það langar mig að taka þátt í. Já, geggjað. Þannig að bara eins og ég get. Þetta var glæsileg framstæði hér í dag. Við ætlum ekki að hafa þetta mikið lengra. Þannig að bara, já, takk fyrir spjallið og Já, takk sem leiðis. sjáumst næsta helgi. Takk fyrir sýninguna. Yes, hörru. Takk. Heyri, það var farið að líða undir endarinn á þessari útsendingu frá okkur, frá öðru bikarmóti ársins í Swift. Það er bara 1 mót eftir og það er Íslandsmót. Það er
næstu helgi á sama tíma. Vonandi í kringlunni. Vonandi kringlunni, ef að menn pásunni fara ekki. Já, akkurat. Þurfum að fullt í þetta. Þannig að já, takk fyrir áhorfið, samfylgdina og öll 10 kommentin sem við fengum á YouTube. Nei, ég ætla nú ekki að enda þetta okkur. Vonandi bara, þú veist, var þetta allt í lagi og bara allir sátti með þetta. Sigur sína. Við erum bara Já. að gera þetta fyrir okkur öll. Að halda svona keppni og sína frá henni. Þetta er bara okkar framlag til senunar. Og eru forréttindi. Þess að vera loka orðin. Takk í dag, við sjáumst næstu helgi. Sjúkt.